komið heil og sæl og verið velkomin í þátt númer Birkir Karl, ertu með það? Já, 238. 238, þú ert svo segur, talnaglökkur. Já, takk. Skemmtilegu þáttur í kvöld. Heldur betur. Þú að vera lengi í farvatninu og hér er hann. Já, en áðurinn ég kem að gesti kvöldsins, þá er það Örsnött Volt. Voltararni maður. Það er ennþá nýja brumið, nýju vinir okkar, ekki á ágjör á sendingagjöldum með Volt Plus áskriftinni. Já, ég meina, ef þú getur líka komast í veg fyrir að versla á ríkinu og fara í mjólkubúðuna og fá þetta bara heimsent heima dyrum. Og beint frá smáringinu. Er þreytt að, þú glemdir að fara í búðina, ekki til. Herðu, Volt Plus borgar ekki fyrir sendingagjald, þetta er bara snild. Komið til þín líka á ekki 3 dögum, hálftíma. Þökkum Finnunum Gethekku fyrir það, en að gesti kvöldsins, það er hann Guðmundur Kristjánsson, forstjóri og eigandi Brim. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Hvernig liggur á þig, Guðmundur? Það leikur alltaf vel á mér. Það ekki? Jú. Já. Þarna, þú varst á þínum gamla heimaslóðum helgina? Já, ég fór bæði í fermingu og kirkju og ferminguveislu og kirkju og svo fór ég líka í 50 samali. Já. Fullt af aðkomumönnum sem voru á Hellisend og Rifi helgina. Mikil hátíð. Já, mikið fjör. Mikið fjör. Út af Snæfellsnesi, gríðarlega fallegt. Kannski tökum bara stutt. Hvernig var alast upp þar? Það var dásamlegt, sko. Pabbi var skipstjóri á bát og svo var hann með salthúsverkun og mamma rak þetta með pappa bara eins og bændabíli. Við bara ólust upp við að vinna nýra á bryggju og salthúsnum og þetta var mjög gott og nóg að hrein lofti, alltaf vindur og ég sátti gríni að það var fínt að vera á Rifi, þá að maður kynntist kannski ykkur öðrum stöðum, það sem var stundum logn. Já. Og ákvað sér að flytja Seltjarnarnesi sem er nú alltaf mikið skárra. Já, það er sunna megin, það er aðeins skárra. Já. Sko, við erum með drekklegaðin þátt, þannig að það er kannski bara ekki eftir einu bíabyrkir en að mynda okkur í frétti vikunar. Nei, keyrum bara í kjöti. Það eru þetta búið Sútöp, Safari jakkafötin hjá Sútöp eru skemmtilegur og afslappaði valkostur. Já, gestur kvöldsins einstaklega velklæddur. Já, að vanda, maður hefur tekið eftir því. Klálega. Hefur kíkt til strákana í Sútöp, Guðmundur? Nei, ég veit ekki, hvað eru þeir? Þeir eru í Bólholti 4. Góð spurning, samt. Já, mjög góð. Já, Bólholti 4, já, ég veit hvað það er. Við hliðin á sósælstaflónum. Já, það er nú ekki vera. Nei. Já, þá þarf maður að kíkja til þeirra. Já, þá gera sér leið þangað, þeir eru hrikalega flottir. Þeir eru miklu aðdáendur Guðmundar, veit ég. Já, við erum báðir klæddir fyrir þá sem er að taka þáttir í mynd. Þá erum við í Morris frá Sútöp, en sko, fyrsta frétt vikunar. Byrjum á fréttum vikunar. Já, 3 af stærstu sjávarútvegsfélögum landsins sem eru skráð í Kauphöll Íslands hafa tapað samtals tæplega 49 milljónum króna í markaðsverði frá áramótum Brim, Ísfélagið og Síldarvinnsluna. Öll þessi félög hafa séð hlutabréfaverðið sitt lækka umtalsvert það sem hafi verið ári. Gengi Brim lækkað 14,5 milljarða eða 10,3%. Er bara ein ástæða fyrir þessu og er það þessi hækkun veiðigjalda eða telur við að sé eitthvað fleira sem veldur þessu? Nei, þetta er náttúrulega markaðurinn, hann er harður húsbónni og markaðurinn ræður, eina sem ég get gert er að reyna að reka félag eins vel og hægt er. En auðvitað, alltaf þegar kemur óvissa í grein eða fyrirtæki eða markaði, þá verða fjárfestar varkárir. Þannig að öll þessi umræða veiðigjöldin og sjávarútveginn, mér finnst ég verið bara komin 30-40 ár aftur í tíman og alltaf hefur vantað svo mikið skilning á sjávarútveginn. Við vorum að marka þetta 1990 til 2000-2005. Svo fór sjávarútvegsfyrirtækin að markaði því að nema Brim að þið veit að við erum elsta skráða félagið á verðbréfamarkaði á Íslandi, Brim. Þetta vissi ég ekki. Nei, ekki Eftir að Marel fór út, Marel voru aðeins eldri við, þannig að nú erum við elsta skráða félagið. Og en það er svo mikilvægt að hafa svona fyrirsjáleika, skýra leikreglur og þegar við erum að tala að senda sjávarútveginn á markaðinn, þá verður við að lúta sömu leikreglum og aðrir. Fyrirsjáleika, gott lagaumhverfi, góður upplýsingar og við þurfum alltaf að sýna árangur. Akkur ætti almenningur og fjárfestar að fjárfesta í sjávarútvegsfyrirtækjum ef engin sens fyrir okkur að skila arðsemi á eigið fé sem þau leggja í fyrir það. Já,
algjörlega. Já, bara rétt. Ég mun heldur betur kafa betur en saman að þessu, sko. Já, við förum yfir þetta. Sko, gera yfirtöku tilboð og huga afskráningu Play. Þetta kom rétt fyrir þátt, mér fannst svo spennandi. Já, við skulum kíkja á þetta líka. 2 stærstu hluta af Play leggja fram yfirtöku tilboð í allt hlutafé félagsins og boða umfangsmikla breytingar á starfseminni úr einu í annað. Er þetta ekki bara spennandi og rökrétt skref? Jú, það náttúrulega, markaðurinn dýnamískur og stundum gott að skrá félög á markaði, stundum kom tækifæri til að taka að markaði og stundum vill fólk sameina félög og Play hefur náttúrulega verið í vandræðum og þetta nú harður heimur. Einhvern tíma maður sagt Warren Buffett að ef hann ætlaði að kaupa í flugfélagi þá kemur sálfræðingurinn og hann sæti bara í yfir honum, þá hann var hættu við að kaupa flugfélagi, mætti hann fara heim. Að því starffræðin segir bara að flugfélagin fara alltaf á hausinn reglulega. Já, það er rétt. Sko líka, þú þekkir nú vel, þú með elsta félagi á markaðum í Íslandi. Sko, hvað myndirðu halda, kannski erfitt fyrir að gíska á það, en bara hvað er það dýrt að vera með félag á markaði? Menna, þetta er miklu meir upplýsingugjöf, þetta eru líklega heilu starfskildi sem fara bara í að vera á markaði eða eitthvað. Já, það er líka mikill kostur að vera á markaði. Það er ægi og upplýsingaskildaðin er mikil. Ég trú á gagnsæi, bara það er gott að vera með gagnsæi og en til þess að hafa gaman að vera gaman á markaði, þá veit maður allavega eiga möguleika alltaf að stækka eins og hverju ári og það held ég að sé, kannski við í sjávarútvegi höfum ekki náð að skýra nógu vel út fyrir stjórnvöldum á hverjum tíma. Ef við höfum að koma á markaðin, þá verðum við að vera undir svona sambærilegum reglum og önnur fyrirtæki á markaði. Og þess vegna hafði ég alltaf svo gaman að þessu þegar samkeppniseftirlitið fóru allt í hjóli okkur, ef maður kom með það núna, að því að við erum bara með 12% markaðsaðgang sem er dagmarka okkar á Íslandi í kvótanum, en eins og smásölur í Ísandi, þeir eru kannski með 30-40% markaðshlutdeild og það er á innlenda markað, en við seljum alla okkur veru erlendis og það er ekki við fóru að stúdera þetta að ég segi átti svona í lettum tóna, ég vil breyta nafnunu á samkeppniseftirlitinu í viðskiptaeftirliti. Þannig að það bara, við gerum engin viðskipt á Íslandi nema ríkið fari yfir og samþykkja fyrir okkur. Já. Við bara, tökum þetta bara skýrt. Já. Þetta er frábær punktur. Það er ekki mörg fyrirtæki á smásölumarkaðnum í dag sem að gjörsamlega ráðar lögum og lögum þar. Nei, algjörlega, sko til að slúta bara fréttum vikuna á hann förum bara full swing í sjávarútveginn. Sko, sameiningar á fjármálamarkaði, ertu spenntur fyrir því? Heldur þetta sé rökrétt skref? Já, engin spurning sko, því að eins og Brim, við erum með lán frá hollensku banka og skandinaviskum og norskum og ef íslensk fjármálafyrirtæki ætla að keppa við veita góða þjónustu og þá lægri kjör, þá verður þeir líka að fá að stækka en það ætla að vera skýra reglur og það verður að vera sko samkeppniseftirlitið, þannig að fylgjast með þeim á íslenska neytendamarkaðin. Þeir með ekki ofbjóða íslensku neytendun. En ég sé ekki akkur með ekki stækka svo hvað annað. Já, algjörlega. Í undirbúrgi verið þáttin, þá hlustuðu á gott viðtali í hlaðvarpinu Sjókastið. Sjókastið, mjög flott. Já, virkilega flott. Og þarna við reynum, sá aðli er mun betur að sér í sjávarútvegi, við munum örgulega koma með nokkrar heimskulega spurningar sko. Þannig að við höfum náttúrulega aldrei mjög í Saltansjó. Ég hef ekki farið í Herjólf sko. Þar talar þessu viðtali að Kristrún hafi upphaflega lýst yfir að hún vildi ná fram tvöföldun veiðigjalda yfir 10 ára tímabil. Byrjum á því, hefði sú nálgun verið heppilegra að þínum mati? Já, ég var rosalega hissa að þau skildu leggja þessa vegferð svona óundibúið af því að ég held reyndar að þetta hafi nú verið bara þjóðstart hjá þeim að því að það var eitthvað vesinn öðru máli og Jóhanna, þegar hún var forsætisráðherra þá ef eitthvað var vesinn þá hjólaði hann alltaf í sjávarútveginn og þau verið svona kannski ekki beint vinsælasta stéttin á Íslandi í augnablikinu og að því að ef við veiðum vel út þetta ár þá eru þetta það ár sem við borgum hæstu veiðikjöldin og ég var alltaf að hugsa, vá, hvað Viðreisn og Samfylkingunni er heppin að við borgum hæstu veiðigjöldin og þau voru alveg saklaus að þessari lagarsetningu á okkur. Já,
Þannig að þetta kom mér rosalega óvart og líka miða við einhverja fáránlega hugmyndafræði erlendis, altså þetta fara að skattleggja fasteignir Reykjavík út á Downtown Paris eða eitthvað. Mér fannst þetta svo vitlaust, ég held að þetta hefði aldrei farið svo langt. Já, það er, Já, ég meina heimskulega líka. Já. Sko, Guðmundur, hvernig eru veiðigjöld reiknuð á annar borð? Sko, veiðigjöld eru reiknuð á hvern nytjastofn. Af því að það er alltaf verið að tala auðlindir er svo víðtækt orð en nytjastofnarnir, það er eiginlega hverja fisktegund og í nóvember, enda nóvember eins og núna nóvember 2024 þá kom skatturinn með svona eyðublað, eða sem svona A4 blað, það sem hann segir hvað veiðigjaldi verður á hverja fisktegund á árinu 2025 og hann fekk þessa tölu út að því við gerum RSK-blað 429 þar sem við útgerðin skilar eyðublaði fyrir hvert einasta fiskiskip hver var ekstra kostnaðurinn á ákveðnum liðum, við mögum ekki taka allt inn og svo segjum við hvert er skattalegt virði þessa fiskiskips og skatturinn setur þetta í stóra ríkistölvu og ríkistalvan dælir svo út í enda nóvember á hverju ári hvað gjaldið er á hverja fisktegund á næsta ári. Þannig að er aldrei lagt veiðigjald á sjávarútveginn, það er aldrei lagt á fyrirtækin. Það eru þau fiskiskip sem veiða tegundirnar á hverju ári sem borga veiðigjaldið. Og veiðigjaldin er rosalega misjöfn eftir fisktegundum og stundum er ekki heil brúið í hvernig veiðigjaldin færast á milli ára á hverju fisktegundum. Grálun í okkur af eftir 60-70 kall á kíló, allt inni fóra bara niður 0. Og þá er það að því að það kemur nýtt skipin í flotan, kannski rándýrt, og þá kemur mikill afsláttur út af fyrningum og vöxtum. Þetta var aldrei hugmyndafræði með veiðigjöldin. Veiðigjöld áttu svona almenn gjöld, svo kallu auðlindagjöld, jafnt svona sanngjarnt á hverja fisktegund. Ef þið græði pening útgerðinni, þá borgið tekjuskatt. Og ef þið ætlaði svo að borga til eigandana, þá borgið fjármagnstekjur. En núna allt í einu er komið eitthvað della og það er ekki þessa ríkisstjórn að skammast endilega, að pólitíkin heldur að geti búið til einhverja svona töfraformúlu að þeir geti fundið út svo kallan einhverja umframrentu sem ég aldrei skila á hverja fisktegund og skattlat okkur 2 ára setna eftir hvað gerist þetta dör. Ég finnst ég stundum vera bara einhverju súrrealíski veröld þegar ég þarf að skýra út veiðigjöld og mér sagði að bara, ég eiginlega nýfarin að skilja hvernig þetta er reiknað. Þess vegna var þetta ekki heimskuleg spurning sko, af því að ég held að séu bara mjög fáir sem vita það sko. Fyrir utan að þetta tekja gamall. Sko, þá er þetta mögulega næst spurningu auðsvarað, menna hvernig telur, Sorry, ég verða að spyrja þeirri, sko, ekki endilega við þessa ríkisstjórn að sagast, er þetta, var eitthvað upp á tegnum svipað hjá ríkisstjórninni þar áður? Eða? Já, ég held að sko allir flokkar eru, ég segi átt sko, rússarnir sögðu okkur þetta átt sko, ef þú fer að plata á mótni, þá þarf þetta að plata allan daginn og vandamáli, kannski fer ég og rætti þetta við ykkur. Mín skoðun hefur alltaf verið svo, alveg frá 1990, í mæ 1990, þegar voru samþykkt lög framsal veiðiheimilda, að þá byrjaði þetta að við eigum fiskin í sjónum eða þjóðin á fiskin í sjónum og þessar deilur byrjuðu virkilega hart út á kvótakerfinu. En þá var ákveðið þetta framsal og ég hef sagt áður, segi bara ykkur líka, að þá keyptum við bát og við settum bátinn í úröldingu og eignust á veiðiréttin og segjum bara báturinn kostaði 100 milljónir og við settum bátinn í úröldingu á 10 milljónir, þá töpuðum við 90 milljónum. Þá kom skatturinn og sagði okkur, við verum með eignfæri þessar 90 milljónir og við sögum bara nei og hann tók okkur fyrir Hæstarétt, þetta var hrannadómur þetta og Hæstaréttur sagði, þetta er eign, því með afskrifna 5 árum, að þetta er óörugg eign, að Alþingi, þetta var tiltölulega nýtt og við skildum þetta ekki. Svo kemur Alþingi 1997 og segir við okkur,
þetta er varanleg eign, þessi veiðiréttur, ekki fiskurinn í sjónum, ekki auðlindin, bara veiðirétturinn á þessa nytjastofna sem hún keyptir veiðiréttin á. Og síðan 1997 höfum við bara alltaf eggfært þetta og í bókhaldi núna, þetta ekki skattabókhaldinu, þetta er rekstra bókhaldinu, veiðirétturinn bókar á 500 milljarða. Hagfræðingarnir segja þetta mjög gott að því þá minni líkur að við eyðileggjum þessa auðlind, að það líkur svo mikið undir. Þetta er ekki fiskurinn í sjónum, þetta er ekki auðlindin. Ég veit ekki hvað ég hlusta átt á hlaðvarpi, fólk og segja, já þeir þykjast eiga fiskin í sjónum, en fiskurinn, hann er ekkert að pæli 200 mílum eða 12 mílum eitthvað svoleiðis. Nei. Ef þú veiðir hann löglega, tekur hann inn fyrir og blókar hann og bara drefur hann, þá á fiskiskipið fiskinn og svo selur hann fyrir pening, þá þarf þetta að skila peningunum inn til landsins og þú þarf þetta að skipta þetta fyrirfram ákveðnum reglum peningunum. Já. Og ef þú græðir pening, þá þarf þetta að borga tekjuskatt og ef þú lætur svo eigendurnir hafa arðgreiðslur, þá borga þér 22%. Og ef þú átt svo eitthvað eftir og kannski vilt á að kaupa þér góðan bíl, þá tekur ríkjörgla 130% eins og Trump að segja alltaf. En er samt ekki eðlilegt að þú tala tekjuskatt og svo eitthvað skattspor og svona, að þið greið fyrir afnót af þessari frábæru auðlind sem við erum með? Auðlind er svo stórt orð. Það eru margar auðlindir á Íslandi og þetta er, þú mátt kalla svona stóra orði auðlind. Ég meni, við notum sjóin til að ala fiski. Það er þari í sjónum. Og hérna unni með þess að salt úr sjónum og við veiðum fisk úr sjónum og við borgum ákveði gjald til ríkisins. Við borgum ekki til þjóðarinnar. Það er nú annað bölli sem ég oft þurft að hlusta í hlaðvarpsþáttum hérna. Þegar allir segja, við ætlum að taka gjald til þjóðarinnar. Gjaldi fer allt í ríkissjóð. Já. En það líka þegar Íslandsbanki var seldur daginn, það var sagt skýrt, ríkissjóður vantar pening, við ætlum að selja Íslandsbanka og hver keypti, það var almenningur í Íslandi, svo kölluð þjóðin. Og líka 1984, þegar fyrsta kvótakerfi kemur, það voru stærstu útgerðirnar, sveitarfélögin og ríkið. Næstu 10-15 árin selja sveitarfélögin og ríkið, útgerðarfyrirtækin, aðeins að kaupa þetta, taka lán og annað og ríkið, þetta er alveg svo salan Íslandsbanka. Svo 30 ára setna, 40 ára setna, þá kemur eitthvað nýstjætt af fólki á Íslandi, eða nýr hópur og segir bara, heyrðu, þetta er bara ósanngjarnt, Íslandsbanki er að græða alltaf mikla peninga, við ætlum bara að taka þetta af okkur aftur. Veist, þetta gengur ekki svona. Nei. Og svo skrifum við undir hafréttarsáttmálann og það er ákveðna alþjóðlega reglu sem gilda sjávarútveg. Og allt þetta tal er ekki bara sanngjarnt eða borgið af eigninni minni. Þú átt ekkert fiskinn í sjónum. Ríkið á ekkert fiskinn í sjónum. Það var aldrei hugmyndafræðin að búa til fiskveiðistjórnarkerfi til þess að ríkið geti tekið alla verðmætarsköpun í sjávarútvegi. En það 80-90% sjávarútvegi úr það landi. Nú komum 70% af fólkinu hérna í Reykjavík. Og þetta er svona eiginlega, ég veit ekki hvað að segja, þetta er bara heila þáttur hérna fyrir sunnan. Þá er kannski spurningunum minn auðsvarað og mögulega búin að svara neð og byrja til afsökunar og spyrja aftur sko. En að því að þetta er sérstakt áhugamál hjá Samfó vissulega, en aðalega viðreist búið að tala fyrir svo eiginlega bara síðan flokkurinn var stofnaður, þetta markasleiðin í sjávarútvegi og svo framvegis, við sjáum núna þess að tvöföldun veiðigjalda, núna tala um þetta að vera einhverju 17 milljarðar. Hvernig telur þú að ríkisstjórnin og ráðherrar viðreistnar hafa staðið sér bara nákvæmlega í þessu máli? Já, viðreist vill vera svona alþjóðlegu flokkur, með frjálsviðskipti, við samskipti við önnur ríki og annað. Að ef þetta er svona frábær aðferðafræði, akkur er engar aðra þjóðir í heiminum með þetta? Og fyrir okkur sjávarútveg var best að fara bara inn í ESB, það er ekkert nema styrkir. Já. Og með viðreist, ég held að viðreist, þessi fullt af skynsemi fólki er inni og ég held reyndar að flokkur fólksins, ég held að sé miklu meiri áhyggjur að hvað þau vilja koma í gegn upp á fyrir almenning og ríkissjóð Íslandi. Já. Ég held að, ég bara, mér fannst þetta frumar svo vitlaust. Ég bara trúi ekki að þetta fari gegn svona, að því að ég sé ekki hvernig á að framkvæma þetta. Nei. Þetta er eiginlega hann er bara,
hvernig að segjum til þess núna að við ætlum að gera við gamla bát hjá okkur og maður fer að spyrja vélstjórana hvernig eigum við að gera við bátið, hvernig eigum við að gera þetta, eigum við að kaupa nýja vél eða eigum við að sjóða plötur á hann eða hvernig sem eða eigum við kannski bara byggja alveg nýjan bát og stundu segja strákanir að langbest fá bara nýjan bát, ekki vera lappubáta gamla og ég held stundum með þetta veigjald og allt þetta að við eigum að taka bara málefnilegar umræður núna auðlindir á Íslandi á ríkið að eiga allar auðlindir og á ríkiskassin bara á fitna auðlindunum og það enda með því að við flytjum bara hráefni úr landi eða eigum við að segja við ætlum að reyna velta nýtingun á auðlindunum eins oft innan Íslands og hægt til að skapa verðmæti fyrir fólki í landinu og þjóðina ekki ríkiskassan við veist allir rugla ríkiskassanum og þjóðinni þjóðin ekki að tekka áhersuna, nei, má ekki segja áhersuna blöð, sko, pening í hverju mánu á auðlindunum. Hann fer bara í ríkiskassan, stundum ríkið vel rekið, skynsamlega ákvarðanir teknaðar. Stundum tekur ríkið bara mjög heimskulegar ákvarðanir. Já, heldur með þess. Já, þannig að ég held að þetta sé ekkert einn flokkur, ég held að þetta sé bara eitthvað svona heila þóttur sem það eiginlega bara vind ofana. Já. Defend Iceland. Já, okkar fólk. Já, Defend Iceland fyrir veikleika leitin fram allan sólarhringin. Þeir slá aldrei slöku við. 24/7. Allt áriðum kring. Í öllum kerfum viðskiptavinna sýnileg, sem eru sýnilega á internetinu og þið getur kynnt ykkur þeirra þjónust á defendiceland.is held ég að sé bara. Þátturleginu með þeim, ég mjög spenntur að heyra hvað þau á framhjöfbjóða. Þetta geðveikt fyrirtæki og ekki sofa á verðinu, fyrirtæki eigendur að núti. Nei, einmitt, og þið sem eru í lykilhlutverki hjá fyrirtækjunum að núti, sko, einbeitt ykkur að kjarnastarfseminni, látið Defend Iceland sjá öryggismál. Rétt. Netöryggismál. Kaldi. Ískaldur sumarkaldi, 4,5%. Gjafaleikur á leiðinni auðvitað. Við erum búin að vera í eldhúsinu. Þú tókst þig frí frá vinnu eða ekki? Jú, ég er búin að vera við teikniborðið bara margar andvaka nætur. Hvernig heldur þetta verði? Ertu komið einhverja hugmynd eða? Þetta eru 10 rútur, sko? Já, ég komið fullt af hugmyndinu og snýst það bara að Svo kemur stýrihópur? Velja best. Já, en það eru sumarleikur kalda. Við ætlum að gefa 10 kassa og það verður einhver sem að hreppi nossi. Mögulega fantasy-gaur sem vannst þetta deildina, við getum alveg slætað á nokkur sumarkvöldum. Það getur verið einhverju kaldir þar. Safran. Já, Safran appið, sko. Þú veist. Já. Það er bara svo þægild. Ég ger þetta ángríns oft þegar ég er að panta á Safran að ég mæti á staðinn. Nei. Já, ok, sorry. Ég nenni ekki að býða röðin, sko. Já, ég ætla að segja nýtt trikk, sko, sem er volandi vita hlustendur að þessu. Safran ætla bara hollur og feskur og góðu matur. Langbesti maturinn. Það sem ég geri í vinnunni er að ég panta í appinu og vill borða á staðnum og þá er bara maturinn tilbúin þegar ég mæti á borði. Já, sem er basically það sem ég geri líka. Já, einmitt, já. En ég sleppti biðtímanum, sko. Já, ég líka. Þetta er náttúrulega snilt að geta bara gert þetta í appinu, það er þægilega en að ringja og það er enn þægilega en að býða röð og svo eru þetta afsláttakóða leiðinni fyrir okkar allra diggustu hlustendur. Já, ég baði að hafa hann góðan. Já, ég sagði líka, þessi afsláttakóða er ekki fyrir þá sem að velja þetta er fyrir þá sem að hlusta á alla þetta er fyrir the loyals. Þá verðum við með alvöru afsláttakóða. Já, og guðana bara notið hann. Sko, en það virðist samt að því að ég er nú alveg sammála flesti sem voru að segja, en það virðist samt sem þetta mál sé mjög vinsælt meðal stórsluta þjóðarinnar. Sáum að það urðu nú ekki vinsælar þessar auglýsingar sem að SFS voru með. Virðist vera erfitt fyrir atvinnugreina sjálfa að koma skilabóðum vankantan frumvarpsins til þjóðarinnar. Af hverju heldur að það sé? Þjóðin bara, hún svona vitlaus? Nei, þjóðin sem betur fer engin þjóð vitlaus. En íbúarnir eru misjafnir og það er bara kostur og maður má alveg vera öðruvísi í góðu samfélagi. Og ég held að kannski að þú tala um svo auglýsingar. Ég held að það sé ekki okkar sterkasta hlið að vera með auglýsingar útgerðin. Ég held að við gert margt betur, sko. En ég held að grunnurinn liggi í þessu að það er búið að innræta inn í svo marga í þjóðarsálinni að segja vera að taka eitthvað ólöglegt og óeðlilegt. Það er að þeir sem vinni sjávarútvegi það þurfa enga þekkingu til að veiða fiskinn.
það er enga þekkingu til að vinnan, markasetninguna, það vil enginn binda eigið féð í sjávarútvegi eins og þegar við fórum út af markaðinu hérna kringu 2000 og við höfum alltaf, ég hef sagt, við höfum látið stjórnmálamenn sleppa allt og auðveldlega að því að þeir geta komið á 2 til 4 ára fresti og lofa öllu fögru og til að vera kostnir. Svo komast þeir í ríkisstjórn og svíkjaði bara allt. Já. Og það bara allir flokkarnir. Og enda hvað gerist? Að fylgir ríkur upp og niður. Að það að því að almenningur ekkert vitlaus. En við viljum hafa atvinnu. Þú vilt nýta fiskin vel. En ég veit ekki hvernig orða þetta akkur almenningur hugsa svona. Kannski hefur við ekki verið nógu duglegir að koma eins og hlaðvarpþættina til ykkar og annað. Að segja bara satt og rétt frá. Ég held að það sé bara rétt þar. Ég meina eins og lögin hjá okkur, ég segja. Ég veit ekki hvað, margir eru rosa reiður í mig þegar ég sagði fiskurinn ætti sig sjálfur. Og núna er ég mér bara alveg sama. Og alveg eins með veiðigjaldið. Veiðigjaldið er ekkert að fara til þjóðarinnar. Það er bara að fara í ríkiskassan. Nú er Daði með ríkiskassan. Hann er bara alveg heiðalega. Ég vil bara hafa meiri pening í ríkiskassan. Þá kemur Inga Sæland og segir, já, ég vil fá bara eyði þetta og þetta og þetta. Þá kemur Sigurjón með strandveiðibátana. Ég vil bara allir fá að veiða frítt. Og þá lendum við í vandræðum. Við erum með vottanir og á fiskistofnara. Það eru fullt af fólki út í heimi sem vil borga hátt verð fyrir fiskiafurðir ef það eru veitar og sjálfbærum stofni og skynsamlega gert. Það borgar bara hærra verð. En ef við ætlum að fara aftur 48 tíman, segja bara allir með að veiða, þarf ekki sinni ísa og veist, þetta er bara sorglegt hvað er að gerast núna. En ef við förum 40 ára aftur í tíman, þú veist, ef við stillum upp smá tímalinu bara sögu veiða á Íslandi og kannski ennþá lengra bara, tölum bæjarútgerðina til dæmis bara og bæjarútgerðir þarna fyrir 1984 og síðan áframsölu kvóta 1990, voru veiðar sjálfbærar fyrir þennan tíma, var á veiði hvernig og hvað gerir síðan í mildtíðinni? Nei, það sem gerist svona, við erum alltaf sennilega, það er mannfræðingar að fræða okkur því að margir á komið hinga til að veiða rostung á sínum tíma og svo þekkju aðeins hvalveiðar og sennilega var ómikið veitt þarna á 17., 18. og 19. aldar hval og maður sér annars derfinn. En þegar sprengirheifillin fundur upp og þegar við fyrir að nota olíu, sérstaklega olíuvelar út á sjó og olían kemur, þetta er orkugjafi og þá, þegar ég var í Bandaríkjunum fyrir 40 árum, þá fór ég í Kaliforníu, þar hafði verið gríðarlega ofveiði bara 1920 til 40, 50. Að því að þegar þessar stóru vélar komu, þá byggðu þau stærri skip, svo fundur á trolla og þeir heldur að vera bara endalaus fiskur í sjónum. Þannig að var gríðarlega ofveiði allan heim og svo stóru, við köllum þetta þegar rússarnir voru úti 1970, við köllum þetta ryksugutogar. Ryksugu bara allt upp. Og þess vegna gefur nú alþjóða hafréttarsáttmálin til að stoppa ofveiði að því stóru ríku þjóðirnar veittu öll heimsöfin. Þess vegna kemur þessi veiðiréttur innan 200 mílna að því að ef við hefum ekki haft hann þá áttu eiginlega erlendir aðilar eiginlega allan veiðirétt á Íslandi. Þess vegna sagði eitt sjávarútvegsráðherra Lúðvík Jósefsson, það er ekki til eitt sem heitir sögulegur hefðarréttur að því að segjum að það búið að vera fiskur hérna kannski í 20.000 ári, 40, 50, 100.000 ár fyrir utan hérna Ísland, svo kom einhverja stórþjóðir hérna í 50 ár frá 1920 til 1970 og veittu fyrir utan Ísland, svo segja þeir við hefum bara allan veiðirétt hjá þessu fátakaríki bara aldur og ævi. Auðvitað sögðu við nei. Þess vegna fórum við 200 mílunar og ætlum að vernda okkar stofna en svo kaupum við allt of mikið af skuttóru frá 1971 til 80 og þá voru farin að ofveiða okkar sérstaklega þorskinn sem var okkar verðmætt þessa tegund og þess vegna kom kvótin á 83 í desember að því að bátarnir útgerði var á haustnum og fiskistofnan sérstaklega þorskur ekki góð ásökumulagi og við urðum að fækka rekstrareiningum, þjappus upp, búa til arðsemi og hafa líka gríðarlega sjóslys hérna. Það er ekkert gaman að vera út að sjóa einhverjum koppum
menn eru bara með árónun og svo þurftur að sæta lægi til að fara í land og það var oft mikið sjóstist bara beint fyrir fram að nefi á fjölskyldunum kannski dó maðurinn og 3-4 synir bara í sjóstissi beint fyrir framann svo fórum við að byggja hafnir við erum stolt og annað og svo kemur núna að þú tala til 1984 að við urðum að gera þetta og það er tæknin sem gerði þarna að við ofveiðum kemur tækni orkan, olíuorkan og þess að núna eins og núna alltaf til þess að við förum að breyta orkugjafa skipunum Ísland ekki með háþróað vísindasamfélagi eins og stórþjóðirnar við erum ekki að framlega alla vélar öll fiskiskip í heiminum við notum olíu núna með það skynsamlegt og hægt ef ykkur stórþjóðin finnur upp nýja vél til að setja í skipin okkar þá munum við taka það upp á næstu 10-20 árum en mér finnst svo mikið veruleika fyrring oft í umræðum sjávarútveg á Íslandi Já. Já, gott að, þetta ekki vitlausar spurningar, þetta fína spurningar. Já, gott að heyra og við erum rétt að byrja. Þetta var líka gott að fara að grúska í þessu fyrir þáttinn og takk fyrir að koma. Annað sem er í deglunni, heldur betur og það þessi nýja ráðgjöf, talandi þorsk, nýja ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar, Hafró, það sem aflaheimildir á þorski eru lækkaðar 4%. Leifur spurði á hann út í hvernig þetta veiðigjald er reiknað. Er þetta eitthvað svona tala eða hvernig komast þér að þessari niðurstöðu? Þetta nú búin að vera deilur hjá okkur bara frá því ég man eftir mér vísindamaður, sjómaðurinn og reynslan sko. En við ákvoðum að reyna að nota bestu fáanlegu þekkingu til að ákveða heildarafla á hverju ári, að hverju fisktegund. Og ég persónulega hef sagt núna í fjölda ára að ríkið tók að sér Hafrannsóknastofnun 1984 og ríkið tók að sér skráningu öllum afla inn í kerfin. Greinin tók að sér þetta óvísanlega starf að fækka fiskiskipum og þar að fækkuðu sjómönnum og svo urðu mörg byggðarlög undir að því að það var ekki grundvöllur fyrir öllum þessu sjávarplásum að því flestaðin voru tiltölulega ný. Þetta er ekki 2, 3, 4, 500 ára gömul þorp eins og í mið-Evrópu og mörg af þessu þorpum komu að því að það var settur skuttóri í plásið á pólitískum toga og það var aldrei grundvöllur fyrir svona stóru, þetta hún setur bara risa jarðitu í hvert þorp. Hún á bara móka eða íta og svo enda með þetta er ekki til verkstæð á staðnum og þetta bara virkar ekki. Þannig að en Hafró núna orðin risastór ríkisstofnun og þeir tala núna við ríkisstarfsmenn út í heimi og alþjóða Hafrannsóknaráði og svona og maður svona stundum spyr sig sko það réttri leið? Svo eru ennþá með bara að senda skip út einu sinni 2-3 ári sigla eftir ykkur ákveðni leið staðan fyrir að nota það komum greiðlega tækni í skipin okkar að við myndum nota flotan meira bara með hátækni búnaði til að fylgjast með fiskigöngum og hitastigi og súrnum sjávar og allt þetta og svo eru komið með Starlink og allt þetta en við þurfum að koma meiri að Hafrannsóknastofnun en maður bara skítræddur að gaggrina Hafró eða oft sjávarútvegsráðherrann að því þá fer maður bara í skammakrókin sko. Já, það viljum við ekki. Þannig að 1984 er Hafrannsóknastofnun og það er samanleitið sem að þið sem sagt að það verður samtjöppun og þið þurfa að skera niður og gera ákveðna hluti til þess að halda sjó Hafró minnkaði þá líka væntanlega í takt sem að þeir sjá í raun og veru bara að Hafró er búin að hafa komið 200 manns hana. Já, og bólnar rosalega út og það við getum gert miklu betur en þarna kannski kom með óvinseldir okkar að því að þegar ég byrjaði þegar ég byrjaði 50 árum og sérstaklega ég kom heim fyrir 40 árum
þá var miklu betri tengsl á milli okkar í greininni og ráðuneytisfólksins og fiskifræðingun og Hafró. Svo eftir að kvótin kemur á og framsæli byrjar og umræðan byrjar hérna neikvætt sjávarútveginn og við erum svona bóarræningja, við erum að selja kvóta og þú ert svona kvótakall eða kvótagreifi og guðum að vita hvað maður. Og þá fannst mér ráðuneytið og Hafró hætta að vilja tala við okkur. Það var eins og væri við og þið. Og það, ef ég fyndi, oft ger ég svona grínaði ef ég var að tala við stjórnmálmann bara kannski út á landi og það sá okkur enginn, þá var fínt samtal. Ef ég hitt hann í Reykjavík og svona í margmenni, þá fór hann alveg í kerfi, sko, af því að hann hélt að hann myndi missa atkvæði ef hann var að tala við með opinberu vettvangi, sko. Já. Af því við vorum svo óvinsalt fólk. Og en það segja átt í Reykjavík, þegar ég kemur til Reykjavík, þá var milli 20 og 30 útgerðir í útvegsmannafélagi Reykjavíkur. Nú eru bara 2 eiginlega eftir. Já. Allir hinn eru búin að selja svo út úr greininni. Og það ekki endilega út af því að greinin sé illa rekin eða arðsemi sé léleg. Við erum alveg með fyllilega, ef við tökum brim, þessi 35 ára markaði, að við erum alveg með sambarileg arðsemi og svona aðrar atvinnugreinar. En þú getur tekið 10 ára tímabil kannski að sem önnur fyrirtæki voru af miklu meiri ávöxtun en hjá brimi. Já. En þú tekur kannski 30 ára ávöxtun hjá okkur, þá er ekki slæm. Nei. En ég held að þessi umræða og við hefum ekki sagt, sko, ég sagði átt, sko, ég bjóð ekki til þetta kvótakjöri, sko, ég ekki heim 1986, ég algjörlega saklaus að þessari lagasetningu, en ég var að lesa lögin og fara eftir lögunum. Og það sem stjórnmálamennið sleppa svo vel, að þeir skrifið eitt í lögin, svo segja ég bara allt annað á fundum. Já, en þá spyr ég, sko, uppallega spurningunum, er þetta, aftur tala með þess að 4% minkun á kvótanum, sko, er þetta vísindadæmi þá ekki bara full reynd? Við erum ekki með herri útlutun að þetta. Við erum ekki bara að horfa í einhverja aðra leiðir. Já, það er nú eitt sem Hafró hefur neitað að rannsaka alltaf, er áhrif veiðafæra á hverja fisktegund eða nytjastofn eins og stendur í lögunum. Þegar ég var í Bandaríkjunum í Boston 84 til 86, þar veitum við til dæmis allan humar í gildrur. Og ég spurði á einmitt af hverju ekki með troll? Þá sagði, við erum löngu hættir því, sko, við eyðilöfum nær í allan stofni hérna fyrir, sko, bara áratugum síðan. Og svo kem ég heim 86 og ég var alltaf mikill áhuga með hann gildruveðar og var alltaf að segja, af hverju tökum við ekki humarinn í gildrur? Þá voru þeir alltaf að trolla eftir humrinu. Og svo man ég hérna kringu 1985 til 95-2000. Þá var oft sagt að mesta brottkastið var á humarveiðibátum, að þeir eru svo smárið troll, þá kom allt í það og hýrtiði bara humarinn og leti allt hitt gossa. Og hérna, svo stækkuðu við bátana og ég átt sagt að við þurfum að fara rosa varlega með trollveiðafæri á grunnslóð. Það allt annað að vera með troll, það sem fiskur gengur yfir og svo út á hala og fleiri stöðum. En á grunnslóðinni, þannig að ég held, sko, með Hafró, ég held að stjórnmálamennið hafa bara sett eitthvað verkefni á Hafró sem innan kannski er óbúslega erfitt að leysa. Já. Er Hafró, þeir ekki út nein tilmæli, er það algjörlega lagt í ykkar hendur að ákvæða hvort það sé bara botvarpa á við ströndina eða þeir gefa ekki neitt út með það? Nei, þeir eru alveg neitt, það var veiðarfæra sérfræðingur í Hafró og svo er örugglega einhverjum sparnaðartillögum og það má ekki gleyma því að hérna Jóhann og Steingrímur, þau settu landbúnaðarráðuneyti inn í sjávarútvegsráðuneytið og landbúnaðurinn tók yfir sjávarútvegsráðuneytið og landbúnaðarráðuneyti, þetta gengur allt út á einhverja styrki og skýrslur og ekkert nema helvitis flókið dót og hérna, en það segja oft við bændurnar, sko, að þeir eru bara allir á styrkjum og ekkert nema skýrslugjöf og annað, sko. Það hlýtur að hundleiðilegt að reka svona fyrirtæki. Já. Þannig að ég held, sko, með Hafró, með veiðarfærarannsóknir og annað, að kannski áttu við í greinina líka verið miklu duglegri. Við getum ekki beðið bara alltaf á Hafró og gera allt fyrir okkur. Þannig að ég er vonast til að nú á næstu árum þá kom svolítið frumkvæði frá okkur í greininni að þróa okkur áfram en ekki bara bíða alltaf
á hverju ára eftir einhverju skýslu áraði fer kvótinn 4% upp, 4% niður og svo bara einhver ráðherra sem nýkominn og veit ekkert sjávarútveg hann á að fara að segja þetta eða hitt sko ég hef þarna getum við bætt okkur helling Mér finnst samt áhugavert sko að Hafrannsóknastofnun segir bara herri hérna þið ráðið bara hvernig þið veiðið þið verðið bara ganga bara allt sem í sjónum þannig að það sé sjálfbært en síðan setja þær eitthvað lög með hvað þið megið veiða mikið okkur ekki bara bæði, okkur megið ekki bara ákveða bæði eða hvorugt Því þið svo ungir, ég sé það hérna sko, að þegar ég kem heim 1986 að þá fór ég á LU-fundi í Reykjavík einsinn ári og síf og sölumestöðina þá voru mikla deilur millir sunnlendinga og norrlendinga og vestfirðinga sunnlendinga veitu stóran vertíðafisk og fá að fiska í tonnið vestfirðingarnir og norrlendingarnir voru með togarana veitu bara smáfisk, 1,5-2 kíló, 2,5 kíló og svo kemur kvótinn hann settur á í tonnum, ekki fiskafjölda og þannig að þeir sem mókuðu upp 1981 til 83 þeir fengu stærstu kvótana en þeir voru kannski búin að móka smáfisk sem var mjög óskynsaleg en þá komu þeir og sagði já en þið sunnlendingarnir, þið að veða hrognafiskin sko, við höfum að friða hann þetta voru rosalega deilur ég maður eitt frægur útgerðarmaður í Grindavík hann sagði norrlendingarnir, þið bara veða bláseiði að þorski og það var gríðarlega ofveiði í þessu smáfisk og annað og við vorum oft að segja staðan fyrir að setja kvóta í tonnum setjum við bara fiskafjölda á hverju útgerð í hverju fisktegund Ég að googla hvað bláseiðir Taka Sko þá kannski koma að því sem að mér langar að spyrja að því aftur ég held að við vorum að tala aðeins á hana Það er gott, hvort tekur þá stærstu eða minnstu sko, ef þú tekur fiskafjöldan Nákvæmlega að sko þjóðin sem lesa frétt 4% minna veitt af þorski á næsta ári, já ok, geti ekki verið meira sama sko, hvað þýðir þetta bara fyrir ykkur og íslenskan sjávarútveg bara almennt, bara til dæmis þetta eina pennastrika sem er lækkað til 4% Þetta eru þá sko, ef þetta eru 8.000 tonn sko já, þá getur þetta verið svona það fer eftir hvað gerir sér tegum ekki á þorskuróðinu sko en þetta getur verið alveg 6-10 miljardar í úthlutningsverðmæti sem hverfa Heldur að þurfa að gera eitthvað ráðstafanir út af þessu? Já, við erum alltaf vanir þessu sko en það er alltaf karfin er á leiðinni niður við ekki geta veitt ufsan Vist, svo allt í hennu tók Hafránssjóður til og setti bara 0 kvóta í djúpkarfa það þýðir alltaf þá getum við ekki veitt gullagsin heldur Nei. og erfitt að veiða grálúðuna og þetta er bara gert einhliða ekkert samtal við greinina og ekki neitt sko og þeir koma bara með einhverja rosalega talnaröða formúlum maður og maður setja mann að gat bara með þetta sko Já, mér fannst að, ég horfði á viðtali á Ríkisútvarpinu við forstjóra Hafró þar sem hann var að tala um að þetta væri afsækja heimskulega spurningur að þarna væri þetta tengið að klála við loðnubrestin sem við erum búin að vera með og... Já, þá spyr ég Hafró og bara og síðustu ríkisstjórn það voru 2 loðnulegs ár svo leifar okkur að veiða nærri 1 milljón tonna af loðnu og þegar við vel liði á vertíðina í febrúar þessa stóru vertíð þá eru skipstjórnar hringi í land og segja, við erum bara að klára upp alla torfurnar, þetta er bara síðasta loðnan og við náðum ekki sem öllum kvótanum þetta ár. Já, ok. Mér finnst þetta algjör forheimska að koma með nærri 1 milljón tonna á loðnu og hvað gerir svo eftir? Nú er bara engin loðna í 2 ár. Nei. Vist, og þetta loðnan er næringarík fæða inn á okkar grunnsæfi. Og svo líka, svo má ekki veiða hvalinn, hann étur líka og fyrir þetta, mér finnst ekki heil brú í þessu Nei. og ég hef sagt það alveg skýrt Já, og það komið aftur skýrt fram hér Finnið þið fyrir áhrifum þessa hvalveiðibans? Já, þetta er komið hvalur um allt maður og þið bara núna þannig voru vinsælt að vera sjósund og svona Já, leysum ekki það og svo var ég fekk ég vídeo núna innan Breiðafirði bara alveg innst inn í Stykkishólmi þarna voru komið þessi svo kallegu killer whales sko þeir voru bara syndat alveg upp í landið þannig ég myndi nú ekki vilja vera þetta er bara aldrei sést á þau sko Leifur, ég segi og skelliði þar í sjósund Já, þeir hafa nú reyndar aldrei gert flugum eins Bænátt Já
bóka borð, panta mat, rafræn gjafabrif, salur fyrir viðburði. Inga Tinna. Inga Tinna, maður. Þetta er alltaf dynat.is. Ég er auðvitað sérstaklega heitur fyrir því að gefa upplifun. Já, ég er spenntur að sjá hvað ég fæ útskrift að gefa lögða þetta. En líka bara næs, að því að maður hefur nú komið að luktum dyrum, eða það er að segja, ætla að fara á einhvern veitingastæði miðbænum, svo bara heyrðu gamli, það er ekkert borð, okkur tjekkaður ekki á dynat. Ég hef þetta að gera það. Já, það er reyndar alveg meðalmennska í meira lagi að halda og geti bara labba en okkur dressa og það bara eitthvað að hafa borð hérna og verður að fara að dynat. Tjekka á yngutinu fyrst, en Agro appi er auðvitað aðgengilegt einstaklingum og lögalum sem vilja stunda viðskipti með hlutabréfi Kauphöll Íslands. Já, það er afsláttur á sumu félögum að sé ég. Já, svo það má nú með sanni segja það og það sem meira er sko að þú færði þetta alltaf í rauntíma í Agro appinu. Einmitt. Það er ekkit kortesti leið fyrir okkar virku hlutabréfa braskara. Ég veit að það eru nokkru hann úti sem að bara allir í App Store núna og Play Store og hlaðinn Agro appinu og byrja að shoppa, mæta á askið. Og fyrir þá sem ekki vita, það var Agro auðvitað með öflugustu greiningadeildra. Já, Þorbjörn Atli. Hann er að kukka. Já. Orka náttúrunnar. Jarðvarma hlaup Orku náttúrunnar. Já. 10. júlí. Ok, hvar er það? 1930 stórbrotið og lifandi náttúrusvæði Hengilsins. Hvað kostar? Þú ætti ekkert að pæli því, það er ókeypis bara á opnum öllum. Ok. En það er enga síður hámarksfjöldi þáttanganda 500 manns. Já. Þetta eru Orka náttúrunnar að standa fyrir einhverju fóðasnild. Bara gaman líka að hlaupa einhvern veginn með bókstaflega með Orku náttúrunnar í kringu þig og auðvitað eru þeirra að sponsa þetta. Já, þú veist, þetta er ekki bara motto að þeim sé andum náttúrunnar, þú veist, þeir sína það í verki, sko, mér finnst það oft vanta. En þeir vita alveg hvað þeir að gera. Hörstrand. Minn uppáhalds Hörstrandbolli er, það sé ekki, ég held að sé föstudagsbolli. Föstudagsbolli? Já, ég tek á mótnana það? Nei, ég stelst í einn eftir hátíðaföstuðum sem ég legg nú ekki vana minn almennt en þá fæ ég mér sko einn krími karamell eða lungo jafnvel. Já. Svolítið búin að vera með krími karamell upp á síkasti og svo hendi ég þetta bara hilkinu í hérna lífrana. Þú veist, pælti að fara bara áhuguleysinu í helgina. Veistu hvað ég mengaði mikið með þessum kaffibólla? Nada. Nei, það er út í plús sko. Já, ég bara, þú veist, þetta verður á moltu sem að gróðu setur síðan eitthvað tré og ég bara... Þetta er bara orðið eitthvað bananatré eftir korter. Já, hver er þinn uppáhaldsbolli? Ég er eiginlega krími karamellkall líka sko, en svo er ég alveg líka bara fyrir eitthvað basic lungo dæmi sko. Já. Höldum áfram í veiðum, nú ætlum við að fara aðeins í strandveiðarnar. Mér finnst það mjög áhugavert topic og ég veit að flokkur fólksins er sammála mér. Ég ætla að byrja á einu sko, nú seldi Sigurjón Þórðarsson, sá mikli meistari, nýlega 51% í sínu félagi til manneskju sem er búsett í Færeyjum. Þá spyr ég, Guðmundur, mátt þú selja 51% í brimi til Færeyja? Ég má það alveg, það er bara ólöglegt, það er verið rift sko. Já, þú veist það, fólk sem er ekki búsett á Íslandi, það má ekki eiga aflaheimildir að veiði strandveiði. Nú setur á gat sko, en hérna en það er oft sagt að oft veldur lítil þú að þungu lasi að þessi strandveiði eins og er lagt upp núna 48 dagar. Já, hvað er íslensku orðið yfir svona skam eða svoleiðis? Hvað heitir þetta svona, þetta er svona Nótum bara skam. Já, þetta er sko það er verið að plata fólk út af því að við erum búin að nota litla báta við veiðar í Íslandi sem mörg 100 ár og við erum nokkuð góða sögu síðustu 100 árin og við vildum náttúrulega allir, meina pappi var á sjó og ég sagði til hann við hann, okkur fæst ekki stærri bát, þá sagði hann var bara 50 tonna bát, sem 20 metra bát 20 metra langum og sigldi honum yfir hafið í febrúar 1956 til að fara á Danmörku, hann var að kaupa hann og hérna hrefti ofsa að vera á leiðinu, þurfti að fara í var við Færeyjar sem betur fer og hérna, en hann sagði, við áttum enga pening fyrir stórum bátum, við vorum fátækt bændasjóð og það voru í 300 ár, yfir 300 ár var bannað að setja byggð við ströndina, bændurnir voru svo hættum að missa vinnufólkið og hérna og svo byrjum við náttúrulega með 6-æringum og 8-æringum og þessi gríðalegu sjóslis sem voru hérna og svo stækkuðu bátana, við fyrir að gera betri hafnir og við þróum okkur áfram upp
förum að selja fiskin á hæstu verðum, bara Kerasis, Lýsi, fullt af þessum auka fyrirtæki koma, Marel, Þróast og allt þetta. Svo allt einu koma núna einhverjir tappar og segja bara, heyrðu, við ætlum bara að bjarga öllur landsbyggðinni með því að láta einhverja kalla og Reykjavík koma út á land, þeir ætla bara að veiða besta tegundir, bara þorskinn, þeir vil ekki veiða neitt annað, við ætlum bara að veiða þetta yfir sumarið, sko, þið tækja ekkert sumarfrí út á landi, þið er bara að vinna allt sumarið. Og ég vildi lagst að verða á sumarið svona heitt og svo ætlum við að fara bara til Reykjavíkur í ágúst, september og þið getið hangið hér út á landi næstu 8 mánuði veturinn og þið verður bara bjarga okkur. En við erum bjargvættirnir til þess að halda byggð í landinu að því við ætlum að koma bara yfir hásumari. Já. Men þetta er svo mikil afturför, þetta er svo mikil skömma þessu. Það er búið heila þó hérna alla að strandveiðina sé að bjarga öllu þorpur hringir ykkur landi. Það ekki bara ferðu landi og spurjiði fólkið hvort að strandveiðina sé að bjarga. En strandveið, það er allt til að hafa strandveiðar. Okay. Og ríkið er með 5,3% veiðiheimildónur. Og ef ríkið vill nota þessar 5,3% svona, þá var það samkomulega við greinina fyrir áratugum síðan að þeir stjórnmálamennir voru alltaf að kaupa sér atkvæði með svona einhver svona vinsaldakostningum. Nú er búið heila þó alla hérna að vera okkur í plastskektu hérna út á sjó að þetta sé að bjarga landsbyggðinni. En ef ríkið vill nota sín 5,3% kvóti í þetta, að þá hefur ríkið þessa heimild. Já. En eins og núna að halda það að það megi bara láta strandveiðina bara veiða frítt og fórna 40 ára sögu ábyrga veiðar innan gæðsalappi sem ég sagði við ykkur og við erum með vottum frá MSC við seljum, það þarf að selja fiskinn og við þurfum að afhenda fiskinn allt árið kring til að veiða í nóvember, desember, janúar, febrúar, það er ekkert gaman það er skammdegi, það eru brælur, það koma lægðirna, koma nokkuð trekk í trekk en ef þú þjónar ekki markaðinu með vöruna, bara eins og hérna, sódavatnið eða bjórinn hefur sagt við ykkur, já kaldi hérna þetta er ekki, Áskóðstrandur. Þetta er ekki meinhollu bjór? Jú, ég er að drekka hann. Já, hérna að ef er sagt við ykkur, nei þið fáið engan bjór núna, við ætlum að setja á lónubanna, gefur engi bjór í 2 ár eða þið er bara að drekka bjórinn á veturnar, ekki á sumri. Veist, strandveðnar, þetta er bara að skömma þessu að umræða sé svona, en ef ríkið vil nota sinn kvóta í strandveðar, þá gerir ríkið. En ríkið, eins og núna, ráðherrarnir, eins og þessar 3 konur, skrifuð undir það, var ekki í byrjun desember, að það ætlu bara að hafa 48 dagar strandum, það myndi allir fara í þetta og það væri bara til nógu kvóti að þeir væri búin að tala við Guð. Já, það var búin að tala við Guð og baka veflur og svona. Já. Þannig, en þá spyr ég þið sko að þetta er náttúrulega mikið áhugamál í flokki fólksins og þeir töluðu mikið yfir til kosningabaráttunni. Kemur þeir á óvart að bæði Kristrún og Þorgerður sem eru mjög öflugar konur og bara þessi flokkar hafi ekki staðið lappirnar og sagt bara, heyri, þetta gengur ekki? Já, það kemur mér mikið óvart og eins og forsætisráðherrann okkar, hún er nú menntaður hagfræðingur og annað að og Daði hefur talað gegn þessu líka sjálfur. Hann er búin að rannsaka þetta, hann veit nákvæmlega hvað hann er að segja og hérna, en ef þær vilja ekki reka ríkissjóð vel, þá verður ekki hagvöxtur hérna, það verður hérna, vextir fara ekki niður og lán heimilana sem þessi verðtru lán sem er nærri 2000 milljarðar, það verður miklu meiri kjaraskerðing af þessu en að vera eldast við okkur sjávarútvegin með einhverja 5 eða 10 milljarði veiðikjöld og eyðileggja sjávarútvegskerfið með því að segja þið sem farið á plastbáta, þið með bara veiða frítt eins og við viljið. Og hverju kaupa hana fisk? Það er mest erlendar fiskvinnslur sem eru niðurgreiddar í Evrópusambandinu og hérna og svo með að veiðikjaldi við það, þannig að þeir sem þurfa að róa í desember og janúar, miklu dýrar að veiða meðan hinir er bara í Reykjavík að hafa það gott. Já, eyðileggja sjávarútvegskerfið, það er kannski ekki aðeins Nei, af því að þú verður að hafa fyrirsjáleika. Það er ekki hægt, það er búið að segja okkur að við höfum að hagra
við þurfum að kaupa aðra útgerðir út úr greininni. Nú allt í einu þessi aðra, margir í strandöðinu búin að selja sér 2, 3, 4 sinum út og þeir hlæja okkur, þeir hlæja öllum Íslendingum hvað við erum vitlausir og þeir að taka, eins og við kallum, annan snúning, 3. eða 4. snúning á okkur. Af því það ekki hægt að hafa frjálsar veiðar í takmarka öllin. Það maður búin að reikna þetta út. Já. Þetta er að vita þetta allir. Já. Nema flokkur fólksins. Nei, já, flokkur fólksins, það er eðlilegt. Þetta eru píratar, vinstir, grænir og allskins fólk. Og ekki, bara örgulega ágættis fólk. En að láta þau stjórna efnahagslífi Íslands, þar finnst mér Þorgerður og Kristrún vera ekki samkvæma sjálfum sér. Það er sögðu í kosningabaratunni að það er öllu ekki að fykta í kerfinu, en það er vildu fá hærri gjöld, eins og Kristrún sagði, á 10 árum, með því að við hefum bara efnað að borga þetta. Það eru fagleg vinnubröð. Þetta eru ekki fagleg vinnubröð hjá þeim. Ef það er alltaf að halda áfram að láta eftir flokki fólksins, þá endar bara út í skurði. Já, takk. Þetta var mic drop. Þorskverð. Við fengum margar aðsenda spurningar frá ritturum og margar það góðar að þær fara með þess að fara fyrir röðuna. Talan ekki þegar að koma frá okkar manni Yngva. Jú. Takk fyrir aðstöðuna Yngvi minn. Yngvi í aflamiðlun. Allir að tjekka á því ef ykkur vantar kvóta. Og þjóðbúningum það er alveg töff. Já, má ég taka? Já, ég er með plöggott. Yngvi er náttúrulega, hann er í einhverjum 38 vinnum með eitthvað, duglegasti gaur sem ég kynst. Það var hugmyndu hann framkamerana. Já, deyjandi tegund. www.barnabúningur.is. Ef fólk vill henda krökkunum í hátíðabúning, þá færðu 20% afslátt með kóðunum CAD. Þú haldið sko að þjóðbúningu kostaði einhvern 200.000 kall. Já, lágmarki. Ég held þetta sé einhver 10.000 kall. Ég er ekki með tölun á hreinu, en þetta er bara eitthvað fárulegt verð. Ég bara líka velti fyrir mig hvernig þessi gaur færi þessar hugmynd, skilur. Ég skil alveg eitthvað, á ég byrja með podcast, en ekki, ég ætla að byrja með þjóðbúninga. Ég skil alveg að fá þessa hugmynd, sko. Það sem ég skil ekki er að hrinda þessu öllu í framkvæmd. Það finnst mér magna. Það var eiga hann og gesturinn í kvöld sameiginlega. Já. Þorskverð er í dag, Guðmundur, 7.200 krónur, samkvæmt Yngva mínum. Já, kvóti, sett afla hlutir. Já. Hvað varst þú að borga per kíló þegar þú byrjaðir? Það var nú ekki hátt, sko, en það hefur verið bara 200-400 krónur. Já. En við vorum svo hrættir, við vorum byrjað að kaupa kvóta við Hjálmar, bróðir, við vorum saman, að því pappi var með allar reksturinn bara eigin kennitölu. Að því að það var alltaf sagt við okkur, nú erum við að kaupa kvóta og við tókum lán, svo verður kvótakerfið tekið af og þá setjum við upp með lánin en enga veiðrétt og við erum búin að setja kallinn á hausinn. Þannig að við ákvæmum að stofna þarna hlutafélag 1989, svona takmarka ábyrgð og mátti margar andvöku nætur á maður að þora að kaupa, á maður að þora að taka lánið og svo verður kvótinn tekin af og maður situr uppi með öll lánin og allt farið. Það var erfiðast. Já, trúi því. Það hlýtur að hafa komið smá glott á þig, þarna var það ekki eða þegar skattmann bankar og dyrnar og segir, byttu, þetta er eign, nú er þetta eign. Ekki á þeim tíma, sko, að því það var tekjuskattsár og svona og okkur fannst þetta fáránlegt eignkværi, þetta var eiginlega svona svo goodwill. Mér fannst alltaf, ég lærði nú bókhaldaðins í Ameríku og þar var þannig að menn voru að feika svona goodwill í bókhaldi fyrirtækja. Viðskiptavild, já. Þannig að ég var svona óörugum með þetta en svo 30 ára setna, 25 ára setna, jú, þá brosti ég nú aðeins að því að við erum algjörlega saklausir af þessu. En þú veist, talar um þetta sko viðskiptavild og annað, þegar við fengum þegar ég kem í Brim 2018 svo fáum við stóran hollenskan banka, Rabobank, til að reyna að fjármagna okkur, landbúnaðarbanka og þegar þeir komið og sáu sett afla hlutdeildina eigfari í bókunum okkar og þá voru þeir pælið 2007-2008 allt hrunið á Íslandi og hvað er þetta? Og við sögðum það og sýndum á heimasíðu Fiskistofu afla hlutdeildin og afla mark og svo sett bréfur á skattunum, heila þetta þarf að vera eigfært og svo fóru þeir upp í háskóla og hittu prófessora og þá var bara sagt, nei, þeir eru að stela fiskinum okkar, þeir eru búin að eigfæra fiskin í sjónum og þá þurftum við aftur að skýra fyrir þessum erlendu bankamönnum að þetta er veiði rétturinn en rétturinn getur hækka og lækka
Meni við keftum rækjukvóta en 1995-6 svolítið háu verði en svo bara hvarf rækjustofnin og við fengum enga skapætur en eitt við erum bara, það bara kannski ekki skynsam ákvörðun en við berum ábyrgðið Sko, að þú talum um Rabobankan í Hollandi sko, ég verð að þau talum við byrjun þáttar um sameininga fjármálamarkaði eiga íslensku bankandi bara ekki breyk í þessa erlendi banka eða? Jú, þeir eru alveg breyk en þeir eru alltaf verið að vera vel reknir og skynsamir og eins og þessi stóru bankar þeir eru kannski ekki alveg að fara inn á neytendamarkaðin hérna þannig eins og fyrir svona stór fyrirtæki svo okkur að miklu þægilega að vera í viðskiptum bara svona stóran banka og líka þegar búið að það er eitt sem þegar ríki átti alla bankana að það er eitt sem ég tók eftir því að ég kalla hana bara sjávarútvegsráðherrann, atvinnuvegaráðherrann. Hún var aðeins að velta fyrir sér að svo mikið eigi fé í sjávarútveginu. En það er út af því að við höfum ekki verið að borga allan hagnaðan út í arð. Að því að við sjávarútvegsfyrirtæki verða að hafa mikið eigi fé. Fyrir fjárfestingar. Já, að því eins og nýjasta skip okkar kostaði 9 milljarða. Og við fáum aldrei nema 50% lán. Að þannig að við þurfum að eigi fé og það var ég las þetta eins og grein í Harvard Business Review, svona blaði hjá þeim að þeir kalla eigifé, það er best ef það er kyrrsettur hagnaður. Eins og Brim er búin að hafa reglu nú í 35 ár. Ef við hagnust 100 kall eftir skatta á hverju ári, eða segjum við hagnust 100 kall og ríkið tekið 20 kallinn, þá er 80 krónu eftir. Þá borgum við hámark 40 krónu út til eigandana. Hitt er kyrrsettur hagnaður inn í félaginu til að við erum sterkt félag, það getur alltaf eitthvað gerst á hverju ári, þannig að við erum mikið eigi, en íslensku bankarnir þeir, og það er ekki hefur ríkisegu þeir dældu alltaf öll út í arð þannig að nú er eigi fyrir íslensku bankan svo lítið að þeir mega ekkert lána stærstu fyrirtækin, þá fara þeir yfir eitthvað svona lána þak á einhverja ákveðna samsteypu þannig að íslensku bankarnir eru bara of litlir fyrir stærstu fyrirtækin að það lá allt út að borga allt út í arð maður er ekki að koma tómum konum hérna, ég er alveg búin að átta með á því Nei, mér langa að spyrja út í eitt sko, fyrst við erum aðeins farnir að ræða hagnað og bókhaldsstærðir sko, að þeir oft talað um það til dæmis með álverin að það sé ákveðin bókhaldsleikvim í gangi þar þeir selji bara hráfur út og síðan sé það selt með lágu verði og síðan sé hagnaðin í 0 á Íslandi og svo græðin einhvers staðar bara í aflands þægilega skattumhverfi sko, er hægt að gera eitthvað svipað í sjávarútveginn? Alveg örugglega er að hægt og hérna að því að ef við ætlum að vera bara hrávöru þjóð og þá seljum við bara piskin heilan úr landi að því fyrir áratugum síðan var mikið barátta hjá okkur að vinna sem mest aflanum heima til að skapa verðmæti, atvinnu fyrir fólkið og annað. En það er erfiðara. En besta dæmið í þessu, ef það er eitthvað að hlusta á okkur sem langar til að gera svona eitthvað rannsóknareikja, að það er kalkþörungsverksmiðjan á Bíldudal. Þeir flytja kalkþörunguna bara úr landi til Írlands. Þar stofnu er fyrirtæki í skattaparadís sem gerir ennþá meiri verðmætt út úr þessum kalkþörungum, sem alveg svipað svo Bláa lónið. Mér finnst Bláa lónið svo gott gott svona dæmi á Íslandi, svona jákvætt dæmi, að þar taka þeir afgangsheitt vatn og búa til ennþá meiri verðmætt úr því. En Bláa lónið fór ekki að bora og er ekki að reka hitaveitu. Og alveg með okkur að ef við ætlum að fara að gera þessi fyrirlýsa með álverin, að þá er náttúrulega svona reglur milliverðlendingar, skýra reglur. En þá er ekkert gaman að búa á Íslandi ef ég ætti útgerð á rifi og ég vildi bara veiða, vinna sem minnst þar og flytja allt til útlanda. Svo ég bara nóg peningum í útlandun, þá get ég alveg bara búið í útlandun. Já. En er þetta veiðigjald, er það til þess gert að hvetja? Er það hvati í þessa átt eða veiðigjaldið? Hefur einhver áhrif þarna? Já, eða þú ætlar að setja svona hátt veiðigjald
að því að það er miklu ódreið fyrir okkar eitthvað fiskvinnslu í Evrópu. Ef við kaupum vélar og tæki og húsnæði, fáum við kannski 70% styrk. Og hérna, við getum verið með verktaka frá láglauna ríkjum í Evrópu og peningalega myndum við græða miklu meira á því. En hvernig hefur það að búa á Íslandi? Hvað atvinni hefur það að hafa? Og þá getur alls bara farið til útlanda. Já. En ætti þú samt ekki verið að horfa á... Sorry, ég verða að skjóta inn. Það er bara alltaf verið einmitt eins og Guðmundur búin að tala í kvöld að vondu sjávarbarónir og þar framvættu Guðmundur akkurat, sko. En svo er þetta bara að stórum hluti eigu lífeyrissjóð og annað. Þið eru ekki í þessu til þess að... Það er bara sjálfbærni sjónarmið sem að stýri förinni vegna þess að það er ykkar hagur, beini hagur. Jú, það hefur verið þannig eins og bara ef við tek heima á Rifi í Hellsandi að þar eru mjög mikið einstaklingum í útgerð og fjölskyldu, 3. og 4. ættliður og þeir, ég var einmitt þarna helgina og þar hérna lendir og eitt reykjöngjum fór á bar, það var sól og blíði í hádeginu og hitti þarna heimamenn sem sjóvar og útgerðamenn og hann ætlar að fara að tala við á svona bara jákvæðum nótum og þeir spyrja, ertu að sunnan? Og hann segi, já, við hötum ykkur fyrir sunnan. Hann hrökk alveg í kutt og þá sagði, já þið að leggja veiðigjald hérna okkur upp úr öllu valdi til að nýta Breiðafjörðinn og við erum að vinna aflan hérna heima en þið ekkert að tala um að leggja Orkuveitu Reykjavíkur eða aðrar auðlindir á Íslandi, Landsvirkjun eða neitt en þið ætla að taka eina auðlind eins og fyrst tekur það hjá okkur og leggja okkur og við að borga skatt til ykkar í Reykjavík þið nenni ekki að vinna þetta, nenni ekki að búa þetta miklu þægilega að búa í Reykjavík veitingastaðir og svona stúdíu og allt mögulegt en við eigum að nýta auðlindinu sér best og svona skattar þeir eiga að vera vel hugsaðir auðlindagjöld er ekkert slæm en þetta átti aldrei að vera tekjuskattur það er vandamáli og svo koma hérna með umfram hagnaður, hafa ekki heyrt þetta orð? Já, það er ekki til. Nákvæmlega. Það er bara til mikill hagnaður eða lítill hagnaður. En ég hef heyrt þetta orð alltaf oft. Já, þannig að mér erst vanta svona, þetta eru góða spurningar hjá okkur strákar og maður svona hugsa sko þið eiga að fara djúpt í hlutina og að koma alltaf hérna og vera bara með eitthvað svona slangur orð og svo segir þið bara já, amen, þið er ekkert að hleypa fólki gegn, svoleiðis. Nei, einmitt. Við erum reyndar alltaf latið við það að við segjum við erum jámenn já. Þess vegna vilja gestinir alltaf koma aftur sko. Úr einu í allt annað sko, vaxtatækifæri Brim, ég þarf að læra hvernig ég var fallbeða Brim, er það bara Já, þetta er mikið rætt á stjórnarfundum hjá okkur, það er bara Brim Já, ég sagði eitthvað Brimi á hann var bara eitthvað stælar í mér sko, ég ætla bara að segja en það voru ekki allir alveg sammála með þetta Nei, ok, það er ekki ein rétt leið í þessu Sko, nú má, við erum aðeins búin að tala um þetta í kvöld nú má Brim ekki lengur vaksa með því að kaupa kvóta, þetta 12% dæmi sem tölum á hann Hvaða vaxtatækifæri sérðu fyrir fyrirtæki á næstu 3 til 5 árum? Ég lá andvaka yfir sig gærkvöldi Akkurat þessari spurningu því að ég var svona að fara yfir kvóta núna á næsta fiskveiári og veiðigjöldin, tengda aðila vist, ég þarf að fara í ættfræði, ég ætla að ráða mann í vinnu og hérna og svo strandveðnar að fara aftur í drillupungana og vist, mér finnst þetta svo mikið afturför en þá kannski komu, ég glemt að svara aðeins betur á þann með ef við erum skráður á markað og lífeyrissjóðni þá ber okkur náttúrulega skylda til að ávaxta eigi fé hluthafanna annars selja þér og því sögðu að gengi Brim segðu lækka greiðlega þessu ári og það er að því fjárfestarnir sjá ekki tækifæri að við náum að vaksa Nei. Og þetta er pressan á það að vera með skráð félag að það er peningadrið en oft eru óskráð félag þar er maður kannski hugsað í 5 til 10 árum þannig að maður alveg rólegur þó kom eitthvað 1-2 ár lélegt að því maður alveg með skýra sín framundan og það er kannski nýtt fyrir mér þegar ég ákvað að fara í svona skráð félag að númer 1 að telja fjárfestum trúum að við séum á rétti leið og líka hvað er að gera ef fiskistofnandi fara niður en ef við tækjum Kristján Loftsson og Árna Vilhjálmsson sem keyptu sko Brim þegar Brim er stofnað 1985
átti Reykjavíkurborg sem allir Reykjavíkingarnir 75% í félaginu og Ingvar Viljámsson útgerðarmaður 25%. Svo taka Reykjavíkingarnir til og selja þetta 1988 og það eru hvalfangar sem kaupa þetta. Af því þeir voru svolítið svartsýnir á að þeir ekki sem veitu meiri hvalur. Og þá fara þeir inn í þetta. Og kannski Brim, ef þetta er framundan að nú eigi bara fara allir á einhverja plasttrillur, við ætlum bara að veiða á sumrin, við ætlum bara að setja veiðigjöld á okkur eftir hvað normenn selja makrílinn dýrt, við ætlum að selja veiðigjöld á þorsk og ís á okkur eftir hvað evróskar fiskvislu vilja borga hátt verð bara til að vinna hann úti. Þá þarf kannski Brim að hugsa upp á nýtt. Já, sko, þetta er mjög áhugaverð punktur sem þú kom með þarna. Mér langar að spyrja það eini. Ég verða skjöndinni. Já, ég undir núna. Hefurðu, það skiptist. Sorry. Já, úlend á. Að þú varst að tala að þetta aðeins auðveldara ef að félagi væri óskráð, ekki að markaði þar að segja. Hefurðu pælt í því einhvern tímann alveg að taka Brim af markaði? Nei, aldrei pælt í. En þú sagði, þetta er auðveldara. En nú ég að tala sem forstjóri Brims. Þá gæti verið auðveldur fyrir mig í mínu starfi hafa þetta óskráð félag. En ég held að hlutónun, þeir vilja hafa félagi skráð og forstjóra verður bara að standa sig í vinnunni. Já. Annars bara skipt forstjóra. Já. Og það er ábyrgð að vera skipstjóri. Og þá held ég aftur áfram að þið voru að spyrja mig áðan Þorgerður og Kristrún og flokk fólksins. Þorgerður og Kristrún vilja leiða þessa ríkisstjórn og þá er ábyrgð hjá þeim ef þau taka flokkinn sem er með allt aðra stefnu en þau og heimta það að veru framkvæmt eins og fjármálareiðandi kom núna með athugasemd við frumvarp sem er lagt fram. Já. Af því það vita allir, þetta er gali frumvarp. Vísitölutengin á Já. Og þetta er bara, og svo var eitthvað núna heyrði ég að lífeyrissjóður ætti að taka ábyrgð, sem ríki á að taka ábyrgð á, að ef við veljum að vera í forystu, að þá erum við, ég sem forstjóri Brims, ég verð þá að axla ábyrgðina og vonandi þetta er bara svo góðu skipir, að þegar kemur stormur, þá þarf kannski að tessa bátinn, það þarf kannski að fara sigli í var. En strákarnir sem eru niðri, þeir eru bara vanið því, við treystum kallinu. Þannig að þegar hann segir inn með trollið, þess allar lúur, og fyrir bara í var, það er að koma stormur. Og alveg sem svo með leiðtogi ríkisstjórn, eða í hverju sem að leiðtogarnir verða að bera ábyrgð. Og það er kannski vantasólt á Íslandi, að leiðtogar verða að bera ábyrgð. Og það var að tímabili í fótboltanum. Þegar Lars Lagerbäck kemur, þá kemur bara nýr leiðtogi inn. Hann setur nýja línu, hann fær backup, hann fær stuðning hjá stjórn KSÍ á þeim tíma. Hann nær bara frábærum árangri. En auðvitað er þetta tímverk, það skiptir máli hver er leiðtogin. Og við sjáum kannski best með Reykjavíkurborg að hvað henni hefur hrakað mikið. Og það eru leiðtogarnir sem við kusum, sem verður að axla þá ábyrgð. Já. Og alveg núna, ef eru núverandi leiðtogar ætla að keyra bara í gegn, af því að þetta er vinsælt. Það er erfitt að vera leiðtogi lengi, ætlar bara að gera það sem er vinsælt. Já, alveg rétt. Þú er að gera það sem þú telur skynsamt. Já. Og þess vegna ertu kosin leiðtogi, að því maður trúi því að þegar ábjátar, þá er alla líkur og taki skynsam ákvörðun, vonandi. Já. Payday. Wow. Árangur byrja með yfirsýn og stjórnar ekki því sem þú sérði ekki. Nei. Og það er í raun og veru ekki hægt að fá betri yfirsýn yfir bókveldi og fjármálin. Nei, og talandi að outsource is king, skilurðu, bara leifðu Payday að sjá um þetta, þeir eru ódýrastir, þeir eru bestir, þeir eru með bestu þjónustuna, þeir eru geðveikir. Mér er svo gaman þegar þú talar á áfergi, sko, að ég heyri hvað þú meinar þetta, sko. Þeir eru snillingar, öll yfirsýn gerð einföld, tekjur, gjöld, bara allt sínt. Þarftu ekki að vera með þetta í kollinu með einhverju Excel-skjali? Nei, ég er líka myndakall, mér finnst þú gott er að tölur gerðar að myndum, kökuritt og svona, sko. Lengju appið,
það er must have. Já, við það kannski ekki margir en gestur kvöldsins, hann á feril og rúmlega það. Já, Fótboltakall, sko. Hann er fótboltakall, hann var liðtækur í Hægri bakvörður. bakverðinum og hérna, ég veit ekki hvort hann tippi, sko. Nei, hann var eitthvað aðeins að segja mér að við reynda klikkuðum og spurja hann með hvað liðan heldur í enska, en þarna, hann lítur að Gróttukall, sko, býr á Nesinu, sko. Nesinu, já. Svo er það Búllan. Það er alltaf langt í næstu búlu, þú getur treyst á það. Þeir elska að fela sig, sko, en þeir vita líka að þeir eru með gæði. Já, þeir eru með þannig gæði að það þarf að fela þetta, sko. Já, þetta má gera hvar sem er. Ég rakst auðvitað á búluvagnin síðast bara einhverstað lengst inn í Hveragerðisdal. En svo má auðvitað finna hann á góðum degi hérna neyri Skeifu og auðvitað Tryggvagatan og... Skeifu? Já, hann stundum verið parkarað þar. Já, hann var hliðin á Rúmfó. Já, þú ert að tala um bara búllubílana. Já, ég er svona búllukall, sko. Ég fattaði svo náttúrulega að búllubíllinn var líklega þarna það sem þú þetta var sko. búllubíllinn. Þetta var ekki búlla. Nei, já, en það hefði satt ekki komið óvart. Nei, það hefði ekki komið neitt óvart. Eða bara lauma sér hún er örgulega hálendinu líka. Sko. Já, ángríns. David Jones. Nú voru margir að gera sér tilbúna í ferðalagið, eitthvað út á land eða erlendis jafnvel. Þetta er betra millimál þegar þú ert að keyra. Þá er gott að stinga nokkum dölupókum í farteski. Smá kámur á puttunum, sleikið á, lakri sín maður, wow. Já, eða ekki sleikja puttana, það er svo, mér er svo leiðilegt þegar fólk sleikja puttana, sko. Já, það. Já, svo ferðu aftur hon í dölupóka minn. Já, en það er bara 1 póki mann. Já, það verður þá að vera 1 póki á mann, sko. Ég segi þetta 2 pókar á mann, sko, að taka lakri sín og jarðabenn. Og ég verð að gefa ekki það að Krónan sé sett eitthvað samstarfsæli hérna, en ég var hann í gær og Krónan þekki greinilega gæði því að framstillingarnar á David Jones þannig eru unreal. Hún veit alveg hvað selst, sko. Já. Sko, ég velti bara fyrir mér að við tölum að endurhugsa hlutina búin að toppa upp í 12%. Sko, nú er ég ekki hugmyndaríkar það, en ég fer bara að hugsa Skeljung og Skel og þeir fóru bara endurhugsa hlutina með olíuna og fara bara fasteignafélag. Er alltaf að taka þennan þessi 40% sem við skiljum eftir í félaginu og fara bara með einhvern vaxtatækifæri utan. Já, ef hluthafarnir vilja það en hluthafar Brims hafa sagt alveg skýrt mig að þeir vilja að Brim sé í sjávarútvegi. Að því eins og lífeyrissjóðnir sem eiga 40% okkur að þeir, ef þeir vilja, og ég hef sagt það líka, ef þeir vilja í fasteignafélag þá segir bara fjárfesti beint í fasteignafélag og alveg menna Laxeldi þegar það var að byrja hérna og þetta er alveg skráð norsk félög á Brim að fara í sjókvíaeldi á Íslandi. Það var næsta spurning. Nú, ok, fyrir ekki. Nei, gjör svo vel. Ok, ég har hugsað það. Að því að hérna norsku fyrirtækin eru búin með áratugar reynslu í laxeldi. Þeir fengu hérna svona royal treatment hérna að þeir fengu að skrá laxeldisfyrirtæki í norsku kaupöllinni. Ekkert það hvort að útlendingur á í laxeldisfyrirtækinu. Ef útlendingur ætlar að kaupa í Brimi, þá má hann ekki kaupa beint í Brimi. Hann verður að kaupa í gegnum holdingfélag. Þá má hann eiga 25% í Brimi. Það er ekkert kvóta þak á laxeldisfyrirtækjum 12% eða 20% í karfa eða 35 í grálu. Nei, 35 í karfanum segja og 20% í grálu að hérna við munum aldrei geta keppt við þess að rísa norsku aðila. Þeir eru með fjármagnum miklu ódýrari og alla þekkinguna og ég segi með akkur þetta er Brim að fara í það. Samherji er ekki þetta okkur. Samherji er í landeldi. Já, ég er að tala bara um eldisbusinessin. Já, eldisbusiness á landi þarf ekki að vera óskynsamur. Okay. Og Samherji er líka með mikið eigifé. Þeir eru búin að vinna þetta núna í áratugi fyrir austan, eða sett norðausturlandinu. Og þeir eru alltaf ekki skráðir. Nei, ekki skráðir. Og hérna, og þeir eru kannski nóg að þolumóðu fé. Já. Þetta er mikil áhætta. Og það er ekki gott að vera skuldum vafin í nýrri atvinnugrein. Nei, einmitt, og ég hlusta á gott viðtali þjóðmálum einmitt við Orra Hauks, tekið við sem stjórnarformaður First Water. Það var alveg svona ákveðin viðutavakning fyrir mig að hlusta á bara, ég vissi þetta verið mikið fjárfestingi, menn er að tala bara um jákvætt cashflow bara langt fram í framtíðina eins og þetta er mjög þolumótt eigið sem þarf að hafa.
Já, og svo getur alltaf eitthvað gerst og, en ef við mögum heldur ekki stoppa af svona frumkvöla en það er ekkert að neyða þig í þetta eða mig. Nei. Þannig eins og með Brim í framtíðinni að við getum endalaust eiginlega fengið meiri verðmat út í hverju kílói en þá verðum við líka en þá má ekki skattleggja okkur strax þannig að við missum þróttin af því að það er ekkert gaman með skráð félag svo erum við alltaf að lækka við erum með miklu minni hagnaði en aðrir og þetta er svona niður drepandi og svo erum við alltaf einhverju gæjar bara hérna á þingi bara segja alltaf einhverju bull og vitleysu Já, sko það er ein saga sem ég fekk þetta fyrir þátt sem að ég er mjög spenntur að heyra hvort sem sönn eða ekki og það varðar kaupir á Brimi Er það rétt að þú hafi keypt Brim með því að semja við Kristján Loftsson og skrifa kaupverð á servéttu á Hótel Borg? Nei, það er ekki alveg rétt sko en hann vildi hafa þetta á A4 blað bara eitt blað og mjög einfalt og það var svona nálagt servettinni en hann styrði sig bara mjög vel og hérna einfalt og Kristján er alveg svona heiðusmaður bara stóðst allt og það var mjög einfalt og skýrt. Já. Máttu segja hvað kaupverði var eða? Já, það var byrt. Það var tæpi keyptum 34% af honum og minn held að það var tæpi 22 milljarðar. Já. Og þetta var bara klárað á einni góðri kvöldstund? Nei, ekki alveg kannski, en eitthvað við. Ekki bara segja 22? Jó, það er aldrei gott að vera á lengi og þvæla hlutunum, sko. Já. Bara einfalt og best. Já. Sko, nú var í fréttunum, ég held sér 1 eða 2 ár síðan, mér er þetta minnistætt, var þetta túnfiskvota sem við erum á hættu að missa, sem sagt Íslendingar. Er þetta eitthvað sem að Brim skoðaði eða einhverju í kringu þig, veistu? Ég var neitt mest í sérfræðingu þetta 1998, af því þá komu túnfiskbátar til Reykjavík og þá var ég fluttur til Reykjavíkur, þá fóru svona veltur sig fyrir mér og svo fór ég, það er svona alþjóð túnfiskráði og það var með fund í Madrid og ég fekk leyfi hérna á íslensku stjórnvöldum til að mæta þar og LIU svona frá okkur sem til Íslandi og LIU og ég sat þarna í heila viku og hitti náttúrulega fullt aðeins sem voru í þessu og þá sá ég eftir þessa viku að þetta var alveg vonlaust fyrir okkur út af því að þetta voru asískip sem voru að veiða þetta í Norður-Atlantshafi og þetta voru mest svona láglauna indonesar borð, kannski 1-2 Japani og þeir voru ráðnir í 9-12 mánuði eitt túr einu en þeir fengu að fara í land á 5 vikna fresti til að náðu ferskgrænmeti og suma mánuði var kannski engin veiði í marga mánuði og svo fengur uppgjöri bara í lok túr sko sem eftir 9-12 mánuði og ég sá fram með mér, ég fengi nú enga íslenska sjómenn á þetta þannig að ég snar hætti við alla drauma túnfiskveðar. Já, en við skoðum það síðar. En það er túnfiskur þarna úti? Stundum, þetta er svo bláuggi hann gengur hérna upp þetta hann er veitur líka í Boston í Maine og þar, þekki það því ég fylgdist með þeim og hérna eða þú er teppin þá getur þú gert það gott en sum árin kannski kemur eiginlega ekki neitt bara saman með rækjuna. Já. En ég meina, er þetta eitthvað að slæðast inn sem meðafli eða? Já, það kom stundum í makriltrollin hjá okkur. Já, þá fengu alltaf 1 og 1 túnfisk sko. En svo getur vel verið að ný tækni að við getum verið með línubátan hérna úti, þetta er svona línan flýtur í yfirborðinu, monogitnislína og hérna að við verðum bara með svona róbota, bara eitthvað 2-3 kallar út á sjó og svo bara er róbotan sem taka línu upp og ef fiskurinn kemur þá tökum hann bara eitthvað svona ákveð hólf og það er hann blókaður rétt og dælt úr honum og settur bara beint í ís eða fristir og notum kannski rafnarbátan sem ganga 40 mílur og þá bara beint í land með fiskinn sko. Þá langar maður að spyrja það þegar við mikið talaðum sko ánum sameiningar á fjármálamörkuðum og talaðum að til dæmis samruni Arion og Kviku getur sparað 200 stöðugildi sko aukin tækni í sjávarútvegi og talaðum bara um skipunum og vinslunum og öðru hvað er það að spara mikið af að gríðarlega mikið og tekur síðustu 30 ár og bara eins og nóta við honum að
það var kannski góðu nótabátur hérna, pappi fór á síld á tjaldunum, hann tók kannski 50-80 tonn, en nú Venus í okkur og Víkingur, og það voru held ég 12-14 kallar borð, sko. Já. Nú á Venus og Víking kannski 10 kallar borð og við getum tekið 2500 tonni yfir daginn. Já, Og allt kjalt. Þannig að þetta ekki, og svo í landi eru við með sjálfvirka frista og stæstu landvislun á Íslandi eru að nálgast 1000 tonn á dag að bara vinna í mannveldi. Já. Þetta er stærðir sem að bara... Já, maður er ekki alveg alltaf að segja á, sko. Annars þetta tengir smá eldinu áðan sem ég spurði, sko, en það er vegið að sjávarútvegi fyrir að tala um gagginum sjávarútvegi, tala hvað er mikið að fjárfesta í öðrum greinum, Gunnarsmæðina sé náttúrulega frægast og öllu. Sko, hérna kemur aðeins spurning. Af hverju eru þið að fjárfesta í norsku þrotabúi sem heitir Unbroken og breyta því í 7,5 miljard valuation á 4 árum? Þú voru að spyrja ykkur aðra en mig að þessu. Því því ég fór í Brim, þá vildi ég svona fókusera bara Brim. En mitt enga félag, það er stæðstu hluthafinn í Brimi og það á eitt bát. Og þá samtíði við framkvæmstjóna þar að þeir myndi fara í bara eitthvað 3-4 verkefni sem væri tengd úthlutningi og sjávarútvegi. Það var alltaf verið að biðja mann að koma í allt mögulegt og ég bara nennti ekki að vera að segja alltaf nei og eitthvað leiðilega maður. Þannig að við byggum til svona smá ráð og þar var ákveðið að fjárfesta í nokkrum hlutum og reyna þá að fylgja bara vel eftir og þetta bara áhættu fjárfesting. Þannig að Unbroken er bara svona ekta áhættu fjárfesting og ég reyndi að teka þess að töflustundu þegar ég fer í fjallgöngum, ég finnst það nokkað en veit ég ekkert hvort þetta verður arbært eða ekki hugmyndu það en ég segi stundum maður þarf stundum að tala um svona nýsköpuna fólk og unga krakka sem er með góðar hugmyndir að ef þú fær góða hugmynd þá tekur það kannski 10-30 á svona basl svo möguleiki þegar þú ert svona 50-60 ára þú hafið pílund út úr sem er konni en ef það gengur virkilega vel þá geta kannski krakkarnir selt þetta fyrir pening. Já, sko leiðileg spurning kannski frá mér en er kannski betra að vera bara með eins og við tölum á peningin á bók og hætta fjárfest í öðru eða Ég er ekki oft sagt að þeir sem sofa með mikið undir kottan hefur sofa illa. Já. Ég held að það sé miklu betra að hafa þetta í svona atvinnu fyrirtæki á Íslandi út að skapa eitthvað eins og bara heima á Rifi að það er fólki með allt sitt eigi í fyrirtækinu að þau þurfa að skapa atvinnu og mannlíf heima ef þú átt ekki fyrirtækið heima hver að þá að skapa atvinnu í þínu byggðarlagi og akkurat eitthvað að búa hana og það er kannski munurinn eins og núna með strandveðunum og ef þú tekur bátana heima sem er kannski með 200-600 tonna kvóta nú á skerða þá kannski 5-10%. Þeir eru búin að vera að kaupa kvóta síðustu 20-25 árum í fjölskyldunum og taka miklu áhættu og lán og annað og þeir þurfa að róa haustun og veturnar að þá eru krakkarnir farnir í skólan og skammdegi kemur þú verður að hafa eitthvað tilgang að vakna mótnana en svo kemur bara eitthvað fólk og segir heyrðu, við ætlum bara að veiða þetta þorskin yfir hásumarið og þið er bara að vinna og svo förum við til Mallorca og þið eru bara að bjarga okkur vetur. Sjáumst næsta sumar. Já. Nú erum við að fara í mjög skemmtilega lið sem er Powerrank, það sem við ætlum að henda í þig 6 nöfnum og þú ætlar að raða þeim frá 1-6 upp á alls besti til hins versta. Býtu, hvað er það sér? Já, semst við ætlum að biðja þig að Powerranka sjávarútvegsráðherra frá besta til versta og hér eru inni Powerranka, hvað þýðir það á íslensku? Já, það þýðir nú bara þetta er bara einfalt, bara raða þetta er eins og bara frá hennum besta til versta, þú bara ranka fólki Já, ok. Og hér erum að ræða sjávarútvegsráðherra, það eru Gunnar Bragi, Sigur Ingi, Þorgerður Katrín, Bjarkey Olsen, Svandís Svavars og Hanna Kata. Hvað mennur frá 1-6? Já. 6 er þá sísti, 1 er besti. Ekki bara einfalt að segja nei, ég ætla að segja bara höfðu bara öll vonlu sko. Nei. Við höfum segið aftur nefniðin. Gunnar Bragi, Já. Sigur Ingi,
Þorgerður Katrín, Bjarkey Olsen, Svandi Svavas og Hanna Kata. Ég myndi segja sko Hanna Kata og Sigur Ingi og svo hefur enga trú á hennu. Já, þú ætlar að hafa þau í 1 og 2? Já, enga trú á hennum. Jú, ég alveg trúa þeim, en bara, nei, ég hef enga trúa ekki sem sjávarsráðherra, þau bara hafa ekki sýnt neina burði og ég myndi aldrei trista þeim fyrir skipi eða vera fótboltaþjálfari í fótbolta hjá mér eitthvað svoleiðis. Nei, einmitt, já. Og ég held að því Hanna Kata var í íþróttunum og ég þekki Sigur Inga bara, hann ágætur nema stundum, sko, finnst mér hann of vinstri sinnaður en það ekkert slæmt að allir rétt á sinni skoðum. Já, það alveg rétt. Við erum aðeins búin að koma inn á þetta málandi núna með fiskvinnslunar og hversu mikilvægt það að fiskurinn sé unnin hér á landi. Ég ætla bara að spyrja opinni spurningu, af hverju það svona mikilvægt? Að vinna fiskin hér á landi? Já. Það miklu skemmtilegra, miklu göðumannlegra og við eigum að skapa verðmæti sem mest verðmæti út í því hráefni sem við höfum á Íslandi. Og þið sjá bara, mist besta dæmi að þetta Keresis. Já. Og það var svolítið gaman, þau seldi þetta nærri 200 milljarða og það var enginn sem var reiður í Reykjavík. Nei. Ekki neitt. Ég er svona aðeins með smá hérna því að komplexi á Reykvíkingana því að með þeir ekki sína okkur nógu mikla virðing og skilning sem í sjávarútvegi og líka út á landi að þið sjá bara eins og Burgundi hér eða Bordeaux héraðið í Frakklandi. Þeir eru þekkti fyrir svona gæða framleiðslu en það nógu vimburinn til í heiminum. Það er nógu vín til í heiminum, það er nógu vöku til í heiminum. Já. Þeir búa til sér einkenni þarna til að hafa atvinnu og geta lifað af sínu búskap. Alveg viljum við í sjávarútvegi að það þarf ekki endilega að búa bara til stór fyrirtæki í Íslandi. Það mega alveg vera fullt af litlum fyrirtækjum í Íslandi, ekkert endilega sjávarútvegi, en þau verða að fá sanngjarnar leikreglur. Og það er bara svo fótboltanum að stundum hugsaði til Spánar að það eru bara 2 fótboltilega á Spáni sem ná kaupa allar bestu leikmanni, Barcelona og Real Madrid. Já. Í NBA í Bandaríkjunum, það eru 28 lið. Og það lið sem er í lélegasta sætinu þetta árið, það fær fyrsta valrétt á besta leikmanni næsta ári. Þannig að það er reynt að hafa liðsheildina, það eru 28 lið. Hvað er gaman að hafa atvinnulíf á Íslandi ef bara 2-3-4 stórfyrirtæki? Já. Veist þetta gleymast oft eins og núna eins og ég bara fer aftur heima því að kannski með áhrifum að því að var alltaf helgina að þeir sem eru með 200-600 tonn á kvóta og 1000 tonn á kvóta akkur er ekki að leyfa mér í frið og segja bara strákar gerið bara eins vel og getur úr þessu þið fá alveg frið og ef það á að setja auðlindagjöld á Íslandi þá tekur þau bara alla nú heyrði ég frétta núna þá kom einhver auðlindastefni í haust. Já, spennandi. Við okkur bara ef ég fengi að rána þá myndi ég bara senda Rómverðinni sögðu átt sko þegar það kom ómikið rugl í þinginu sendur það bara heim. Já. Já. Kannski að senda það bara heim. Já, senda það bara heim. Sko, síðasta umræðefni frá mér fyrir rittaraspurningar að fer að síða og setja í kantinni á okkur. Þetta er búið að vera geðveikt. En nú vil ég að hlustendur sperri eyrun. Mér langar að ræða eins sjálfstæðisflokkin sem að okkur mjög andum öllum hérna inni. Sko, opin spurning fyrst til Guðmundur, hvernig finnst þér nýr formaður sjálfstæðisflokksins hafa staðið sig svona so far? Mér finnst hún bara að vera svona í pre-season sko. Það er svona hvað er pre-season á íslensku svona bara undirbúningstímabili. Já, ég held að það sé bara undirbúningstímabili. Já. Og það er alltaf erfitt að Bjarni var nú mjög lengi sem formaður og þegar nýtt fólk kemur inn þá vill hann alltaf setja aðeins svona svipsinn á starfið og ég held að hún er ekkert búin að sýna hvort hún getur eða getur ekki. Hún er ekki búin að sýna á spilin? Nei. Hvernig finnst þér sjálfstæðisflokkur að vera að standa sig í stjórnarandstöðu? Ég held að ég sé nú bara að læra svona hægt og rólega og hvað ég segja að kjósendur voru ekki tilbúnar, það voru ekki fleiri en þessi kjósendur sem vildi kjósa á. Nei. Þannig að það var eitthvað sem kjósendur voru ekki alveg sátti með. Þannig að ég held að sjálfstæðisflokkurinn sé svona bara að ná áttum. Já.
ég held að Hann hljómar ekkert sérstaklega vel samt. jú, stundum þegar maður lendir í nýjum aðstæðum þá þarf það að hugsa Já, búin að ríkistjórn lengi. já, þú þarf að hugsa líka bara upp á nýtt og kannski eins og bara, ef við horfum svona yfir sviðið að þetta mjög erfitt að því að þú varst að fyrir með ráþari hérna ég hugsa áttu eins og Hönnukötu að kannski, hún var nú mjög góð handboltaspilari svo allt henni segir við bara nú tekur þú bara fótboltalið og þá segir ok, allt í lagi, ég gera það, þú biður mig það en ég þarf smá tíma til að setja mig inni og stúdera það er mikið að nýjum þingmönnum svo þarf að finna kramið kannski er erfitt að vera með ríkisstjórn svo var bæði núna síðustu 7 árin og svo núna það sem eiginlega það er ekki sko skýr stefna þegar flokkarnir erum svo ólík sko stefnu markmið að bara ef við förum aftur í árabátana það er svo erfitt að sigla árabáti ef menn ró ekki takt já, það er rétt þannig að ég held að stjórnmála afli á Íslandi ég sakna svolítið að þegar við göngum til kosninga það er svona einföld markmið sem þau setja sér hvað sem er vinstra, miðjun eða hægra en þú var að standa við það eftir kosningar þú getur ekki verið að lofa svo segir við, þetta er nú bara bull þú getur aldrei staðið við þetta svo ferði bara einhverja hrærigröð og svo skilur engin neitt að hérna öll hús mýgleika Nei, einmitt sko hefur þú viljað annan formann en Guðrúnu og áttu þér einhver drauma formann? Nei, formann maður. Ég las þarna bara Jón Þorláksson. Mér fannst hann svolítið gufa sín. Já. Frá 1930 til 40. Þannig að, en í dag, ég er hann í stöði núna maður. Ég hef kannski verið kaldar yfir fyrir 30 árum, sko. Já. En nú er maður svona rásettur og búin að læra það ef maður segir eitthvað vitleys í útvarpi þá er svo margir reiðir. Já, það hefði margir þarna, ég var að reyna að veiða þið þarna sko. En þá spyr ég kannski bara lokaspendingi frá mér sko að vita það náttúrulega allir að Sjálfstæðisflokkurinn er í svona mjög fallegu ástarsambandi við útgerðina. Þú talar reyndar þeir eru aldrei að fara að borga hærri veð, eftir að fara að borga mjög há veiðigjöld núna og það er út af síðustu ríkisstjórn, ekki þessari. Hvernig finnst þér bara Sjálfstæðisflokkurinn standa sig sem svona málpípa sjávarútvegsins? Mér finnst þetta nefnilega alveg svona nú er ég að hæla þér aðeins sko fyrir þessar spurningu sko að því að mér er svo gaman aðeins að því að eins og þegar framsalið var sett á það var ekki sjálfstæðismenn til að setja þetta var vinstristjórn og líka kvótakerfið að því að við sögum átt í gamla daga sko að Sjálfstæðisflokkurinn væri bara svona flokkur fyrir heilsalan í Reykjavík væri ekkert fyrir sko atvinnulíf út á landi Nei. Og mér finnst sko ég sagði við Sjálfstæðisflokkinn síðustu ár sko ekki verið að verja kvótakerfi fyrir ykkur að vini ykkur að kunningja sko lög og stjórn fiskveiða eiga að vera góð fyrir Ísland sem heild ef lögin er ekki góð fyrir Ísland sem heild þá eigum við ekki að lappa upp á þessi lög og alveg núna með kvótakerfi ef þetta er ekki gott fyrir íslenska þjóð þá eigum við að finna eitthvað annað og mér finnst þetta bara sko ég held að Sjálfstæðisflokkurinn hann þarf ekki að bera ábyrgð á öllu atvinnulífi á Íslandi Vist, ef það er ekki fleiri stjórnmálflokkar sem bera ábyrgð á atvinnulífi á Íslandi þá verður bara fátækt hérna og eymd og volæg að því eins og nú er þetta ríkisstjórn það er allir flokkar allar ríkisstjórnir í heiminum reyna að styrkja sitt atvinnulíf eða samtali um atvinnulíf að því að iðjuleysi rót alls íls það vilja allir hafa atvinnu Rétt. Og fara núna að hjóla svona krafti í grunn atvinnuvegina þetta er ekki skynsamleg ákvörðun og núna kannski bara gott fyrir Sjálfstæðisflokkinn að vera í fríi núna að því að þá ef það er alltaf að halda svona áfram það er búið að gera rannsóknir á þessu er ekki fullt af hagfræðingum með doktorsgráði hagfræði og allt þetta að hagfræði 101 segir bara skýrt ef þú skattleggur er það ekki bara fyrir LIU pennar? Nei ég heiti Guðmundur ég er alveg sjálfstæði maður og ég er fullt af sjálfstæðum Íslendingum ég held að sé of ódýrt að
að svona, hvað segja þú dæmir fólk fyrirfram og ég held að þú spyrir mig ráðherrana, ég held að Hanna Katrín hafa alveg möguleika að vera góður ráðherra ef hún ímyndar þessi handboltaleikur og þetta bara undirbúnins tímabilið, hún verður að setja sig vel inn í málin ef hún ætlar að láta flokk fólksins stjórna sjávarútvegsmálunum þá vinnur hann ekki titil og fjallun er aðra til. Já. Svo það Subway. Hitta, rista eða hrista? Hrista. Já. Ég verð samt í alvöru einhvern tímann að prófa að hrista. Sigrún Ósk, axlarlut og hristingur. Axlarlut og smá hristingur. Já, Subway, túnfisk, lókan, svo líka þetta sleppa því að hitta hana, skilst mér, ég myndi aldrei gera það. Ég er meira fyrir bræðingin bara ristaðan. Já, ég meina, þetta nú ódýrt hjá Subway, sko, en þú ert með starfsmann að elda kökkin, hérna, bæði hita eða rista bátiðin, leiðin að vinna fyrir laununum sínum með honum og láta hann hita eða rista bátiðin. Svo frumeri. Já. Þeir sem ekki búin að fara með bílinn sinn, eða fellihísi í skoðun. Já, eða hjólísi. Hjólísi, það var bara... Eða mótorhjóli. Sexy endastaf sem bara takk, takk, takk. Já. Og þeir sem eru með 7, þeir geta byrjað að hlaka til. Já, þeir geta að fara aðeins að spá í þessu og svo það... Breaking news með Kemi, sko. Jú, rísa samningur. Til hamingju Hermann Guðmundsson og Kemi fjölskylda. Bara stærsti samstarfssamningur í kringum enska boltan sem gerður hefur verið hér á landi. Kemi ætla að koma með enska boltan heim. Og ég ekki hissa því að Kemi séu þar fremstir í flokki. Nei, bara fárlega vel gert. Það þetta United maður, sko. Já. Þannig að þetta verður fróðlegt. Kemi í hemi, hann allt upp á 10. Já, Kemi hem. Hemi kem hem. Við höfum haft að sé hérna að vera með kaldakæri áður við förum í riddarspurningarnar. Heldur betur. Þar sem að menn velja sér 2 aðra til þess að fara í bjórba með, en ég ætla að beða þig að velja 2 fiska til þess að setja í kalt kar. 2 fiska? 2 fiskitegundir. Kaldakarið. Já. Og hvað, á ég vera með þeim eða má ég það og svo? Þú ræður. Já, það hátta því bara svo vil. Ég myndi bara taka þorsk og gráluðum. Já, auðvitað gráluðum. Það var gráluðan líka, já. Það komið að riddarspurningunum. Sem eru aðsendarspurningar frá hlustendum. Já, og Halldór Gretar, hann riður á vaðið og spyr hvað þarf að þínu mati auðlindagjaldið að vera hátt til að sátt náast milli þjóðar og sjávarútvegsins? Þegar við byrjum með auðlindagjaldið upp úr 2000 þá var alltaf til að ná sátt. Í dag er ekki hægt að ná sátt auðlindagjald. Nei. Þegar þú hittir Magnús Tengdason þinn fyrst, helstu að þetta væri algjör vitleysingur, spyr Hrafnkell Freyr? Nei, hann var svolítið óöruggur og hræddur við mig. Já, ég skilu það. Sigurður Bragi spyr og hefst nú lestur. Hann meina langa. Já, akkur ekki að bjóða veiðiréttin út á EES-svæðinu, gætum til dæmis gert það skilyrði að öllum afla yrði landa á íslenskum fiskimarkaði þó erlend skip veitur hluta kvótans erlendir aðalar myndu bjóða betur í veiðiheimildirnar en íslensku sjávarútvegur og því fá veiðirétt, með öðrum orðum láta markaðinn ráða eins og gert í öðrum viðskiptum. Já, tvöfald svar. Númer 1 að ríkið á ekki veiðiréttin. Veiðiréttur er ekki eign ríkisins að þegar ætlar að bjóða hann út, hvað ætlar að gera við peningin? Við ákvæðum það að veiðirétturinn yrði hjá þjóðinni í gegnum fiskiskipin og númer 2 sko, þetta veiðirétturinn og hérna uppboðið og svo uppboð að þá segi ég að móti sko til að spara hjá ríkinu núna af hverju bjóðu við ekki út kennslu og ríkisstörfin, hver vill vinna störf hjá ríkinu fyrir sem minnstan pening? Það hljóma mjög vel. Ég klári þetta. Já, svo ríkisútvarpið, hverju við að reka ríkisútvarpið fyrir sem minnstan pening? Þetta hljóma mjög vel. Já. Halldór Gretar aftur. Liti auðlindagjaldi betur út frá þínu sjónarhorni séð ef það reynir til sjávarbyggðanna í stað ríkissjóðs? Nei, ég held að auðlindagjald sko, ég held að sé best að vera með veiðigjöld, auðlindagjöld, þau fari beint í ríkiskassan og ríkið verður svo að nota peningin skynsamlega í menntamál, heilbrigðismál, vegagerð og hvað sem er. Já, Guð blessi ríkið. Hólmar Bjarki, hver er uppáhalds vinslaðin og af hverju er það uppsjávarvinnslan á Vopnafirði? Nei, saltfiskvinnslan og rif er uppáhalds vinslan mín. Já, því miður Vopnafjörður. Já.
Andrés Andrésson, okkur ertu kallaði Guðmundur vinalösi? Það var nút af því að þegar ég keypti úa 2004 að Landsbankanum hérna af fyrirtæki í Reykjavík, Akureyri og löngu búin að selja þetta sko, og þá átti KEA og spekingar á Akureyri átti að kaupa hérna úa og KEA bauð 7-8,5 miljard fráviks tilboð, ég bauð 9 miljardar og það var þannig að Sigurjón hringir í mig að mótni dags og segi, þér alvara að kaupa þetta? Ég segi já, en ég á enga pening, þú er að lána mér, það er ekkert mál. Og svo segi, hvernig ertu klára að koma? Ég segi, það er 3. dagur í dag og það er 13. Og 13 hapatalan, ef ekki bara klára í dag. Jú, getur þú komið klukkan 4 og ég kem klukkan 4 upp í banka og bara með einn með mér og við kláruðum allt fyrir miðnætti og skrifa undir og allt. En ég glemdi að hringja í að láta nokkra félaga mín eða svona áhrifafólk á Akureyri vita. Svo bara miðvikudagsmorguninn, þá var bara tilkynnt að því að Eimskipið var á markaði að hérna, það er búið að selja úa og þá var maður sem var bæjarstjóri á Akureyri og tekinni vita, Kristján Þór, hann var alveg foxillur í útvarpinu og svo hafa verið örugglega skamma KEA mennina svo mikið að framkvæmdastjóri KEA hann fór í panik og hann segi bara, já þetta er bara vinalaus maður, hann er bara vinalaus, hann mun eyðileggja allt hérna á Akureyri. Þannig byrjaði þetta bara. Og haldið sér síðan. Já. Gunnar Ari á ekki alveg örugglega að kjósa Viðreisn í næstu kosningum, spyr hann. Ég held að mamman sé Þorgerður Katrín. Jú, það er mikið rétt. Ég held að Viðreisn, þetta er bara svona eins og íþróttamót, þú ert að byrja tímabilið. Viðreisn á alveg möguleika að taka skynsamlega ákvarðanir, en eins og undirbúningstímabilið er komin núna, þá myndi ég byrja að hafa áhyggjur að ég held að það sé ekki verið að beita réttir í aðferðum. Já. En þeir eru alveg tækifæri, stundu þarf maður að taka 2 skref aftur bak og byrja bara aftur. En tímabilið er ekki búið. Nei, Tímabilið er ekki það búið. er sannlega ekki búið. Pálína Axelsdóttir spyr, hver er uppáhalds sjávarútvegsráður að þinn? Í sögunni. Uppáhalds. Lúli Jósef var nú góður. Já. Hann var mun uppáhalds líka. Þá eru bara komnir í loka liðin sem munu vera hraðaspurningarnar. Og það eru nokkuð skemmtilegar í dag. Látum okkur sjá. Ertu komin í stellingar, Guðmundur? Hvað er það? Kláru nokkra hraðar? Já. Látum okkur sjá. Fyrsta hraðaspurning, þú farið frá Illinois til Salem State, Massachusetts á austurströndinni. Kom svona illa við að vera landljóttur? Já, mjög illa. Hvenær þarftu næst að fara með bíliðin í skoðun hjá Frumherja? Hjólísið innan 1 mánaðar. Vá, beint í skoðun. Ef þú mætti velja þér einn bílavarahlut, hvaða bílavarahlut sem er frá Kemi, hvaða bílavarahlut myndir velja þér? Og Hermann Guðmundsson setur hann í bílinn. Brennsuðdisk. Já, vel valið. Uppáhalds veiðarfæri? Gildrur. Ég vissi að hann færi í gildrurnar. Já. Efnilega sko, já, ef við skoðum sko en hann skemmtilega árgang hjá Fram á sínum tíma. Þetta er Ásgeiri Sigurðs, það voru nokkrir góðir hana. Guðmundur Torfa, Guðmundur Steinsson, Guðmundur Baldursson, Kristjánsson. Hver er efnilegastur ef hann hefði ekki þurft að vinna á sumrin? Guðmundur Kristjánsson. Já. Hversu oft hefur í Saltans sjó? Það er mjög oft. Uppáhalds fiskur til að borða? Þorskur. Sérréttur í eldhúsinu? Það er bakað þorskur. Uppáhalds höfn á Íslandi? Bannað að segja Rif. Nú, Krossavík. Hvað finnst þér veiðigjöld? Ef það eru skynsum, bara allt í lagi. Hvað gerir þú til að slaka á? Ég fer í gönguferð yfir Valhúsahæð. Hver er senasta bók sem þú last? 5-2. Þú færð endalaust budget í frí 24 klukkustundir. Hvað gerir þú? Byrju segja það. Þessi snúin. Þú var alla peningi heiminum. Já. Og hefur 24 klukkutíma til að gera svona vilt. Hvað gerir þú? Hvar í heiminum ertu?
Ertu bara að rifið það? Nei, ég væri að syndugstæri í sjónum bara í friði og svona bara ferskumatur og strönd og svona bara Engir hákallar? Nei, bara alveg fínt og bara kona með mér. Já, hljóma vel. Þá kom að loka spurningunni. Ég er með eina líka, sko, úr því að þetta er ekki hraðspurning, en við töluðum aðeins það í þettinum að hérna á sínum tíma þegar þið tóku lán, þið voru með rekstur og kennitölu föður ykkar, hérna, þið voru að taka sjens. Kapitalismi, von vinnur, von tapar eða hvað? Hversu miklu máli skiptir að vera tilbúin að taka áhættu til þess að skora? Það er bara, það fyrir líka á hvað aldurskeið þú ert og hvort þú ert komið í fjölskyldu ekki eða hvort þetta er einhleipur og það er bara að sjá fyrir sjálfu þér og það, þú voru að taka svona skynsama áhættu en ef þú hefur brennur fyrir málefnum sem við erum með eða þá máttu alveg taka áhættu en ef þú ert að gamla með mjólkurpeningana þá eru kannski allan að tala um kona líka. Þá er einmitt komið að loka spurningunni, búið að frábært kvöld, takk fyrir komin á Guðmundur. Það er svona kannski eitt ráð til ungs fólks og jafnvel ungra stjórnenda. Það er nú bara að vera þolumóðir og kurteisir og þá grandskoða hlutin og lesa smáaletrið ef þið ætla að fara í eitthvað. Þannig að þegar þið taki ákvörðun þá er þið kannski búin að skoða alveg helling og grandskoða og þá er svo létt að taka ákvörðuna. Guðmundur Kristján, takk fyrir frábært kvöld og takk fyrir komuna. Takk fyrir, sömuleiðis.